Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Þar sem að hlutirnir gerast. Konan mín var að segja mér að ég þyrfti að laga hárið á mér. Ég sagði nei, þetta er bara fínt svona. Það er svona rebel hárgreiðsla í dag. En ég er þá. Búin að vinna svolítið mikið undanfarið, þannig ég er pínu þreyttur í kvöld. Þið bara hringið í mig ef ég sofnaði það. Eða eitthvað. En það hefur verið ótrúlega mikið að gerast í framhaldi af því sem að Frelsi TV hefur verið að fjalla um. Og ég er reyndar alveg bara gáttaður á því hvað orðræða mín hér hefur mikil áhrif. Og sem bara gott að ljósið rekur burt myrkrið, eða ekki? En ég vil byrja á því að þakka Valkyrjónum sem hafa stutt Frelsi TV. Ég hef kallað eftir því hér áður að eftir því sem ég fæ meiri stuðning, því meira get ég helgað mér þetta starf sem að ég tel nú mjög mikilvægt fyrir íslenskan skrill eða íslensku þjóðina, eða sem að fæstir nú hættir að vilja kenna sig við. Ég held að við þurfum að kenna okkur við íslenska víkinga. Það er það sem við erum. Við erum fyrst og síðast íslenskir víkingar. Og það eru þessi áköll mín eftir stuðningi. Það er alltaf ákveðna konur og valkyrjur sem bregðast við alveg um leið. Og þið get ekki ímyndað með ykkur hvað gleður mig mikið. Hvað ég er þakklátur fyrir þann stuðning. Og kallarnir eru meira svona slumpa, sko, ef þeir eiga peninga þá bara það er alltaf að vera svo mikið, sko. Og eins og þegar ég var að reyna að gera heimildamyndina munið, hin hliðin á Panama pappírunum, þá var einstaklingur hlustandi sem ég þekki vel, hann lofaði 350.000 skallið, sko. Ég myndi gera myndina sem var bara helmingurinn af þessum báðum, kom frá einum einstaklingi, karlmanni. Þannig að karlmenn eru meira svona, ef ég get ekki gert það stórt þá ger ég ekki neitt. En konur eru meira svona, ok, ég ætla að gera eitthvað í hverju mánuði. Það því að þrátt fyrir það sem er búið að heila þvo víkingana með, þá eru við karlmenn og konur ólík að öllu leyti. Að flestu leyti. Og það er mjög auðvelt að sanna það. Það bara gera það niður á sig og þá er bara munurinn augljós, flestum. Nema náttúrulega menningamarxismum sem að bara sjá einhverja hluti sem enginn annar sér og eru í einhverju ástandi sem enginn skilur. Og þeir ljúga alveg, sko, það er bara morgun guðspjallið er lygi, sko. Hvað get ég logið í dag? Og ekki bara er komist það sé bara ein lygi á dag, það er bara enda allt þeirra líf er lygi. Eins og hann leggur sig. Sem að er mest sorglegt fyrir það og sjálfa. En það er bloggið á vídeónu, þið getið komið með einhverja punkta sem þið viljið kannski að ég fjalli um eitthvað svoleiðis. En
veit ekki alveg hvar ég á að byrja, sko. Byrjum á kannski hræsnarétti. Hann er svona stærsta málið. Það muniði að ég talaði hérna fyrir nokkrum vikum fyrir því að hræsnaréttur væri orðinn trúarlegur dómstóll, svipaður og dómstólar eða klerkaveldið í Íran. Ekki það, ég held að sá dómstóll sé miklu réttlátari heldur en íslenski trúardómstóllinn sem kallar sig hræsnarétt. Af því að sá réttur, kallandum rétt, hann er trúarlegs eðlis og þeir trúa því að þeir séu æðri öðrum og þeir eigi að eiga allt draslið og njóta alls arðs og ráða yfir öllum, en allir aðrir séu bara svona minni máttar og eigi bara að vera þannig, helst fátækir og fábjánar. Og eftir að ég talaði þetta, þá var mikil sviptingar í Hæstarétti. Kastljós kom fram með einhverjar upplýsingar að Hæstaréttardómarar eru stór hluthafi í bönkunum, sem ég var þetta búinn að segja áður. Ég var búinn að segja að þetta væri allt saman ein mafía sem kallaði sig valdstjórnin og að og að bara lesa dómana sannaði það að þeir væru annarlegir og úr öllu samhengi við raunveruleikann. Og ég benti jafnframt á það að Valur Valsson, sem var bankastjóri Glitnisbanka, og sennilega flestir hæstaréttardómarar landsins eru saman í leynifélagi sem heitir Frímúrarareglan. Þeir segja reyndar sjálfir að þeir séu ekki leynifélag, þetta sé opið öllum, en félagaskráin er hins vegar leynileg. Þetta heitir gasljós eða gaslætning og ég geti flett því upp, ég fjallaði það meira að segja. Og það þýðir, en þið sjáu það sko, fréttamennir sem eru að fjalla þetta, þeir fjalla ekki þennan vinkil. Þeir tala bara að þessi eini dómari hafi átt hlutabréf og einhver aðrir dómarar hafi átt hlutabréf í Glitni og sama tíma þeir voru að dæma fyrir bankann. Og og eru að reyna að bregðast við því sem ég sagði með því að sko, þeir áttuðu sá þegar ég var búinn að tala hér á Frelsi TV að þeir þyrftu að gera eitthvað. Það er mjög sterkur hópur sem hlustar á mig, áttuðu ykkur á því. Og þið áttuðu ykkur að allar hlustunartölur og allt eru falsaðar, sko. YouTube er með aðgerðir í því. Og reyndar innan þessara fölsuðu talna þá var ég að komast yfir 200.000 áhorf múrin og 2 milljón mínútur sem að Íslendingar hafa hlustað á nöldrið í mér. En málið með hræsnarétt er ekkert svona bara að einhver einn dómari eða tveir hafi átt hlutabréf og óbúsí og bara og ekkert vesen með það. Málið er það að hræsnaréttur er fallinn. Það er engin dómur sem hefur komið frá hræsnarétti marktækur. Þeir eru allir ónýtir, hver einn og einastæði. Og og það er svo margþætt hvernig aðgerðir valdstjórnarinnar eru ómarktækar og einskis virði. Og það er á sko þegar að ráðherrar og dómarar og bankastjórar og formenn í alls konar atvinnulífi og við háskólasamfélaginu og fleira slíkt eru allir saman í einhverju leynireglu þar sem þeir sverja hvor öðrum eiðstaf umfram alla aðra, þá er öll þeirra verk svona mafíósu vænt. Þau eru bara, þetta er bara
samtök, glæpastarfsemi og það er enginn dómur sem hefur fallið frá Hæstarétti ever marktækur. Þetta er ónýtt drasl og þeir sem hafa skaðað annað fólk út frá þessu dómarugli eru persónulega ábyrg fyrir gjörðum sínum. Og og svo mafíuheildin er líka í einstaklingsábyrgð fyrir öllu draslinu, sko. Og það meira að segja stenst þeirra eigin bull-lög því að skipulög glæpastarfsemi fyrnist aldrei. Og þeir eru búin að vera að skrifa svona alls konar fyrningalög fyrir sig, sko. Já. Þessi glæpur fyrnist á 2 árum og þessi á 1 ári og þessi fyrnist svona og þeir eru alltaf að horfa á eitthvað fyrningalög en þeir gleyma því að þeir settu lög um skipulagða glæpastarfsemi þar sem er engin fyrning á einu en einu sem þau hafa gert. Og það er kapphlaupi mikla. Það er stór hópur af fólki núna bara sem er á frönsku reveríunni á einkasnekkjunni sinni, sko. Bara hvað eru þeir að tala um á Íslandi núna? Þú veist. Eitthvað sem skiptir akkurat engu máli, sko. Og þannig að það athygli verða stöðu upp þegar þetta er orðin staðreynd. Og sko í raun er eini löggildi dómstóll landsins með óflekka mannorð er Víkingadómur sem er dómstóllinn minn. Og ég deildi myndband í dag með The Code Pink kettlingarnar voru að starta það sem þau kalla Tribunal. Sjá á frelsitv.com setti ég smá frétt um það. Og sko Víkingadómstóll er dómstóll sem byggir á klettinum og common sense, eða það sem við kalla common law og tekur skírskotun frá universally preferable behavior hjá Stefán Miljonu og fleira slíkt og þetta er alltaf Salómons dómur, sko, og ég er Salómon konungur, þannig að þeir sem er ekki að sáttur við mig þurfa ekki að koma með neitt mál til mín. Það er frjálst val. Og síðan höfum við stofnað víkingarnir, höfum stofnað víkingasveitina og það er að vaxa í henni fólk. Það er sjálfboðaliðar. Og þetta er allt saman að gerast. Og það er alveg sama hvað þessi glæpamafía lætur miklum látum að þeir komast ekkert frá raunveruleikanum. Og Víkingadómstóll er dómstóll en þetta tribunal það er meira svona ákveðin tegund af þjóðardómstól eða svona antihópistinn. Það er meira svona já, það er aðeins annars eðlis tribunal. Það er svona ráðstefna meira en samt með dómstól innan innvortis. Og ég er alltaf að velta því fyrir mér hvernig íslenska víkingaþjóðin getur undið sig úr þessari ógæfu sem að Rómverjarnir eru búin að leggja á Íslendinga, þessi musterisreglan og það helvítis pakk, sko. Og stærsta vandamálið eru hvað þið víkingarnir eru miklir helvítis aumingjar, sko.
Það kemur bara eitthvað á pappír frá Brussel og þið bara látið það troða því upp í rassgatið á okkur, sko. Sko, það er til ofboðslega gott íslenskt orð sem heitir haltu kjafti og svo bara slá einn á hann, sko. Og þá bara, kemur eitthvað með pappír frá Brussel, þá segir maður bara: „Heyrðu, haltu bara kjafti“ og bara, bara svona var þetta gert í sveitinni hjá mér, sko. Ekki það að ég mæli ekki með ofbeldi, sko. Ekki taka því þannig, en ég er bara svona lýsa gömlum sveitasögum, sko. Eða kemur einhver skeinipappír frá Brussel, hvað kemur mér í andskotanum kemur mér það við? Eða íslenskum víkingum? Ha? Ég meina bara, ef einhver kemur frá Brussel með pappír, já, ég á að taka þig rassgatið núna, beygðu þig vinur. Ókei, já, veistu gera það. Veistu hvað, er ekki í lagi heima hjá okkur eða hvað er í gangi? Þú veist, þegar þessi menningarmarxistar byrja með sitt áróðurs þrus og tuðs og þið vitið til dæmis, það var kom allt í einu umræða um bóluefni. Og ég er nú búinn að vera að hlusta á, oh my god, sko, á áróðursmeistarana hjá Armageddon, sko. Þú veist, þar er verið að tala um, já, ekki borða kjöt, verið vegan. Vitið af hverju það er? Það er þessi fávitar, Sameinuðu þrjótarnir, fundu út að, já, einmitt, sko, að þeir sem borða kjöt, þeir hafa hærri greindarvísitölu. Og það er verið að forhemska Íslendinga skipulega sem virðist ganga mjög vel. Þeir eru allir helvítis heimskingjar, sko. Að ástæðan fyrir að þeir eru að þusa um það að vera ekki að borða kjöt er að því að þeir sem að borða kjöt hafa hærri greindarvísitölu. Það er bara, þeir komast að þessu með rannsóknum og það bara, herru, já, sitjum í tísku að borða ekki kjöt. Já, hvernig hefur við að gera það? Já, segjum bara beljurnar prumpu of mikið. Og þá bara hætti allir að borða kjöt, sko, og fara að borða. Þetta er bara, og þið gleypið þetta helvítis heimskingjarnir. Bara, já, ég verð nú svona hægt að borða kjöt, það er alveg sagt, sko, það er prumpa allt of mikið, sko. Bíddu, beljur hafa alltaf prumpað, það er ekkert nýtt. Já, ef beljur prumpa, þá er of mikið CO2 og þá bara endar heimurinn as we know it, sko. Nei, það er ekkert þannig. Vitið þið hver borðar CO2? Það eru blómin og trén og allt þetta. Þeir elska CO2 og eru reyndar náttúrulífið á jörðinni þrá að meira CO2, sko. Þið vitið að í gróðurhúsum þá er dælt inn CO2 alveg daginn út og daginn inn. Og græðir miklu betur allt saman. Allt sem þetta éta er sko pumpað upp ávextir og grænmeti af CO2. Já, við erum að hætta að borða kjöt til þess að koma í veg fyrir CO2. En byrju, það verið að dæla CO2 í gróðurhúsin, fábjániðinn. Já, það verið allir að fara vegan, sko. Beljur eru alltaf að borða allt og mikið gras og þetta er svo, þetta veldur global cooling, nei, ég meina global warming, nei, ég meina global changes. Veist, þeir eru alltaf, veist, og þið helvítis fáið alltaf bara, já, við erum bara að gera það sem ég segi, sko. Ég veit ekki, ég meina, það vill ekki ríða mér ef ég ger ekki eins og þetta flýð segir, veist, bara so fucking what, farða bara heim og runga þér eitthvað. Hvers konar helvítis aumingjar eru þið öll orðnir? Og svo er allt þetta lið, forsetinn er með danskt eftirnafn og allir þessir prímadonnur á þingi er allar með dönsk eftirnafn og á húsinu er dönsk kóróna. Já, Axel, þetta er lýðveldið. Come on, vertu úti. Út með þig. Já, þetta er lýðræðislega kjörin stjórn. Já, einmitt, sko. En þeir brenna öll kjörgögn daginn eftir sem koma á Alþingi. Það er bara tilviljun, Axel minn. Þetta er allt saman bara tilviljun, sko. Þú ert bara samsæris, eitthvað fíbl, sko. Ég veit það ekki, sko. Já, Íslendingar eru ekkert nema akurþrælar. Það er sennilega mikið til í því. Nema húsþrælarnir. Þeir eru náttúrulega húsþrælar.
Íslendingar eru ekkert nema heimskingjar. Það er vandamálið. En talandi um greindarvísitöluna, það er annað sem að þeir komust að tók hressilega af greindarvísitölu fólks og það er kvikasilfur, merkúrí og aluminium. Og þeir dæla þessu í börnin, blessu börnin, og svo koma PISA-kannanir og það var menntamálráðherra í viðtali, já, þetta eru miklar áhyggjur af þessu, sko. Börnin eru bara, vita ekki, kunni ekki að lesa og þau kunni ekki að skrifa og reikna og bara, þetta er alveg svakalegt, við erum sérlega bara að sitja meiri peninga í þetta. Really? Sko, þessi bóluefni eru efnavopn, framleidda lyfi sem er svo keksruglað í hausnum að það er í þessum eugenics hópum sem að trúi því að þeir eigi bara einu á jörðinni, sko. Og Brave New World myndin, það var vantilega séð hana. Og þeir eiga bara að vera svona konungar jarðarinnar og allir aðrir eiga að vera þjónar, sko. Og þeir eru búin að komast að því að til þess að þeir geti verið það er alltaf svona fávitar eins og Pétur Axelsson sem segir bara, já, nei, heyrðu, ég ætla bara að vera kongur líka, sko. Þeir þola það ekki, sko. Þeir þola ekki samkeppni. En það var einn af þeirra aðalgaurum, Rockefeller, sem að stýrir öllu heilbrigðiskerfinu á Íslandi. Hann sagði, sko, samkeppni er synd. Og hann sagði mér sko, í æviminningu sínu sagði hann, já, menn á nú verið að saka það að vera að reyna að byggja upp svona global einræðisríki þar sem við ráðum öllu og fólk er bara haldið eins og sauðfé eða eitthvað svona, veist, að stílfæra þetta. Og svo segir hann lokin, já, nú ef að þetta er ákæran gegn mér þá er ég stoltur að verða við henni. Þannig að þetta er allt saman viðurkennt. Það sem ég er að segja er ekkert, þetta er allt saman opið. Þessar æviminningar Rockefellers eru bara bók sem getur keypt og lesið, sko. Allt sem ég er að segja er bara confirmed, sko. Þetta er ekki einu svona fábúlur, sko. Og síðan er þessum eiturefnum dælt í börnin og þau eru bara heilaskuðuð, sko. Og svo líður þeim svo illa greiðunum í skólanum. Þeim líður svo illa að það er bara vörubílafarmarnir af deyfilyfjum til þess að halda þeim niðri. Og svo er bara, já, þeir bara ná ekki árangri í PISA-könninni og sko athugið það þegar elitan íslenska, hún fer í útvarp og segja, þetta er voða, við höfum áhyggjur af þessu. Síðan fara þeir og hitta sína djöfladýrkendur og bara, yes! Við erum sko að ná árangri, við erum að forheimska þessa helvitis íslensku víkinga eins og engis í morgundagurinn. Og þið farið bara með litlu börningu og já, bara hérna er æð, dæliði bara formalíni og áli og kvikasilfri í barnið mitt. Gerðu það bara. Já, en barnið mitt fekk hósta því að þitt barn var ekki bólusett. Bara fuck you, hálfvita fíblið þitt. Já, ég fekk rið í bíli minna því að þú varst ekki með riðvörn. Sömu rök, sami vísindi. Heimska bara. Ekki, þetta bara fuck you, sko. Þannig að þetta er náttúrulega alveg skelfing, sko. En Dr. Andrew Wakefield sem að er einn af þessum heiðarlegu læknum sem eftir er í veröldinni, einn af örfáum og hann Blaylock er einn af þeim líka og Susan, ég deildi vídeó með henni á frelsitv.com, horfið á þau vídeó að það er ekki svo ég sé með læknisfræðilega menntun, sko, en ég er með heilbrigða skynsemi sem er meira virði heldur en læknisfræðilega menntun af því að menntun er mótun sem er heilaþvottur og heimska að sko Andrew Wakefield var að tala um það
að MMR var bóluefni til dæmis, sem eru sett 3 saman í einu, að þessi kokteil veldur meltinga eyðileggur meltinguna í barninu og það fer í gegnum vítiskvalir, sko. Og þessi bóluefni eru miklu, miklu hættulegri heldur en sjúkdómarnir sem þeir eiga að verjast. Og þetta er svona sértrúarsöfnuður, þar sem að menn eru með milljarða á mánuði í laun, áttu ykkur á því. Svona lyfjaforstjóri er kannski með 20-30 milljarða í laun á mánuði. Þeir áttu ykkur á því að Solla Styrða er með 7-8 milljónir, 6-7-8 milljónir á mánuði við að stunda stríðsglæpi í Afganistan. Þannig að það er ekki eins og þetta fólk sé launalaust, sko. Og þetta eru sömu lyfjafyrirtækin og voru í bókin hans Jóhannesar Frímúrara, skálkað í skjóli Hitlers, sem voru í raun einu holocaustarnir í Þýskalandi á þessum tíma. Það voru lyfjafyrirtækin og læknapakkið sem drap þarna 300.000 manns. Já, eða fleiri. Og þetta voru, sko, seinni heimsstyrjöldin var svona bara partí korporatana sem eru öll enn í dag. Það var IBM sem að gerði all serialnúmerin á þessa svokölluðu fanga, sko. Holocaustar eða eitthvað, þetta er allt saman lygi, sko. Og þið vitið að Nýherji er umboðsmaður fyrir IBM á Íslandi og þið vitið það, ég hef nú sagt ykkur þetta allt saman áður, sko. Þetta pakk er allt saman á Íslandi að þjóðfélagsverkfræða ykkur og genasæta er einn íslenska víkingin. Og þeir eru að reyna að gera þetta núna eftir einhverjum svona DNA útreikningum og einhverjum afleiðum og svona tölvumódelum, sko. Þeir eru að reyna að genasæta, að breyta þjóðinni eftir þessu DNA-módeli sem að genakári stala á okkur. Og í raun, ef að ég kemst einhvers staðar til valda eða hef einhverju, ég sækist ekki eftir völdum, þannig að við öll erum völdin, sko, þjóðin sjálf. Og ég mæli með því að íslenski víkingar taki þetta genakára viðbjóð og skella honum á Hólmsheiði bara strax. Ég skildi að þær gerðingar halda ágætlega. Og flesta þessu liði. Sko, til dæmis sem með bóluefni. Það er ástæða fyrir því að þér aldrei sýnt insertið af bóluefninu sem þau á að gefa barninu. Það er ástæða fyrir því að það er ekki sýnt það. Og Dr. Susan talaði um það að hún komst yfir svona kennsluefni fyrir lækna, það sem þeir hefum sagt að, sko, hræðiði fólk, ekki segja þeim neitt, segja þeim bara algjörlega aðra hliðina, ekki sýna þeim insertið og þeim bara kennt að höstla þig til þess að taka þetta eitur í sjálfan þig og barnið þitt. Og ég get sagt ykkur það að það er fullt af hjúkrunarfólki til dæmis sem hefur haft samband við mig og með mjög miklar áhyggjur af þessu. Og vill sjálft ekki fá bóluefni en er undir þeim kvöðum annaðhvort tekurðu bóluefni eða þú hættir að vinna hérna, sem er brot á Nuremberg kód sem þeir kalla. Þetta fólk er að ástunda glæpi gegn mannkyni og hefur því enga vernd eða er í raun ekki lengur hluti af mannkyni einu sinni. Þetta er bara einhver freaks of nature, sko. Og þannig að svo mætir fábjón Jón Gnarr og talar um að ég ekki að hleypa börnum í skóla nema séu bólusett. Að þau geta smitað önnur börn, sko. Nú, eru þau ekki bólusett? Já, það er ekki þannig sem það virkar. Nú, ef að ég reiðver bílinn minn en þú reiðverður ekki bílinn þinn,
Er þá bíllinn minn í hættu út af reiðinni í þínum bíl? Þetta er svona einfalt. Og þannig að þessi marxista mafía hér á Íslandi er komin langt yfir allar línur og er farin að ástunda eða leggja til glæpi gegn mannkyni samkvæmt Núremberg-kód. Gerið þið við það sem þið viljið, sko. Þetta fólk eru algjörar mellur, sko, og eru bara, og eru svo að saka aðra vændi, sko. Ég meina, hlusta á Harmageddon er bara alveg skelfing, sko. Þetta er bara heila áróður starfsemi daginn út og daginn inn. Þetta er bara svona eins og þessum þætti sé stýrt af Goebbels, eitthvað svoleiðis. Þetta er alveg fáránlegt, sko. Og Útvarp Saga er bara síónistastöð. Þar er nú ein dúlla sem að bara dælir út síónista áróður í daginn út og daginn inn. Og þið vitið að síónistar eru mjög frægir fyrir það að allt sem þeir segja óvini sína eru þeir að gera sjálfir, sko. Og þið vitið það að til dæmis bara í þessum gyðingatrú eða hvað þetta er, gyðingdómi eða hvaða trúarbrögð þetta er, þá skera þeir forhúðuna af ungabönnum, sko, litlum drengjum. Og síðan sökkar presturinn tillingin að þeim, sko. Og þetta leiðir alltaf að ásaka einhverja að kynfara mutilation. Það eru þeir sem að gera mest að því sjálfur. Og þeir eru að saka eitthvað að giftast 9 ára barni eða einhver hafi eitthvað svona í íslamismanum eða Íslam er að versta af öllu og jari, sko. En samkvæmt þeirra eigin trúarriti í gyðingismanum eða Talmúdin eða þessu rugli, þá er það heimilt samkvæmt þeim ritum, skilst mér, ég er ekki alveg að fullera þetta er bara svona skoðan, þessi þáttur er flokkaði sem skemmtiefni, sko. Ekki, já, þannig flokkaði þannig. En þar er, sko, ef að þar er mikið heimilað alls konar barnaklám, sko, eða barnakynlíf með börnum, sko. Og þeir eru alltaf að saka einhverja aðra það. Og meira að segja var prófessor í Ísrael sem sagði til þess að refsa þessum Palestínumönnum sem við höfum hér í herkví og erum að brjóta gegn, ef að þeir streitast eitthvað á móti, þá til þess að verjast mótþróa þessa fólks, þá munum við nauðga dætrum þeirra. Hann er að tala barnaníð. Og ég meina það er ekkert heilbrigðara en að Palestínumenn berjast á móti fyrir landi sínu þegar ráðist inn í landi. Samar er að segja núna með þetta eins og með hvíta hjálma, sko, þetta er NATO fyrirtæki og ISIS er rekið að NATO og CO og þeirra, og nú er vísirhórurnar að birta frétt það að stjórnvöld í Sýrlandi sé að drepa borgara og eitthvað bla bla bla. Af hverju eiga þeir að drepa sína eigin borgara? Þeir eru ekki ástæðu til þess. Er þetta að gera íslensk stjórnvöld það? Ég skal ekki segja. En þeir snúa öll á við. Og það er líka taktík. Saman var gert í seinni heimsstyrjöldinni. Allar þessar sögur sem þeir eru seinni heimsstyrjöldinni er allt sem omvend. Allt sem að þjóðir eru sakaðar gerðu Bretar og Bandaríkjamenn. Ég meina, ef þú ert ekki farin að sjá í gegnum þetta, þá ertu bara einn af heimskingjónum og því miður þá get ég ekki hjálpa þér. Og þú ert þá kannski bara pussast í burtu, sko. Ég get ekki hjálpað heimsku, sko. Ég kann það ekki. Það er bara annarkvort ertu í lagi eða ekki, sko. Þetta er alveg svona digital. Annarkvort er heimskingi eða þú ert með visku og getur séð ákveðið samhengi hlutana. Og við vitum það að þetta sem ég kallast NATO og CO, þeir eru með pyntingabúðir allan heim. Þeir eru nauðgandi fólki allan heim.
þeir eru glæpamennirnir og er alltaf að kenna einhverjum öðrum og þú kaupir alltaf drulluna upp úr þeim, sko. Alveg lepur út úr raskatinn á þeim vitleysuna. Aftur og aftur og aftur. Já, sprengja Írak núna. Já, þessi kall svona vondur, já. Já, ok, sprengjum hann til helvítis, eða þessi þjóðin hans. Svo bara, já, þessi kall vondur núna, já. Já, einmitt, sko. Og þú sérð ekkert samhengið. Saddam Hussein sagði ég vil ekki taka við þessa ónýtu pappíra ykkar lengur. Ég vil fá alvöru verðmæti á móti verðmætum. Hann var sprengtur til helvítis og þjóðin hans. Milljónir manna drepnir. Og nú eru bara, þú veist, amerísk og norsk fyrirtæki sem að dæla allir olíun upp. Eða, þú veist, alls konar blanda stríðsklæpa þjóðum sem að hirða allar olíun í þessu landi og fólki í landinu fari ekki neitt. Samaði með Líbíu. Gaddafi sagði við viljum ekkert vera lengur með í þessum blekkingum ykkar. Við viljum bara fá alvöru fyrir alvöru. Já, nú var sprengtur til helvítis og nú er Statoil frá Noregi að dæla upp olíu í Líbíu. Og núna Evrópubandalagið var að í síðustu viku held ég að þar síðustu þá gaf Evrópubandalagið út tilskipun að svona gaurar eins og ég og þeir sem eru að upplýsa spilli ógeðið að Facebook og YouTube og allar þessar rásir fari bara að kött okkur út, sko. Ég meina það er ekkert langt sennilega að bíða þess að það er bara stillimynd hérna á Frelsi TV, sko. Þetta lið er gjörsamlega sturlað. Sameinuðu þrjótarnir er það versta í veröldinni. Þetta eru stríðsglæpa samtök. Meira að segja ríki í Afríku eru farin að draga sig þarna út. Ég meina þeir byrjuðu Sameinuðu þrjótarna með stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyni í Palestínu. Það er nú ekki góð byrjun eða. Og síðan þá hafa þeir verið í stríðsglæpum út allt. Og það linnir ekki ógeðinu frá þessu liði. Ég meina, gerðu þið fyrirspurn, kannið þið hvað margir milljarðar? Það er að segja að við getum ekki gert þetta því að við hefum ekki peninga og við getum ekki tekkið á því hvað margir milljarðar fara til Sameinuðu þrjótanna og NATO. Hafið þið komið tímann tekka á því? Hafið þið heyrt eitthvað fréttamann fjall um það? Aldrei. Þeir fjalla aldrei um það. Og þeir fjalla aldrei um Seðlabankann og svindli sem þeir eru í og fjársvikastarfsemi þeir stunda daginn út og daginn inn. Þið heyrið þetta alltaf fyrst hérna á Frelsi TV. Það er hérna sem að hlutinni gerast. Já. Það er nú þannig, kæri hlustandi. Þið kannist við baráttuna gegn moskum, byggja moskur á Íslandi. Það má ekki byggja moskur, sko. En hérna, þeir sem eru að berjast gegn moskunum eru sjálfur með moskur sem þið bara vitið ekki sem eru bankarnir. Bankarnir eru hervætar stofnanir. Þú getur að tekið hvað sem er og hernaðarvætta, sko. Hervætta. Og það er svolítið erfitt fyrir marga eflaust að finna þessa línu. Hvenær eru hlutir bara eðlilegir og hvenær eru þeir orðnir glæpsamlegir. Og það er á þessu svæði sem öll þessi valdstjórnarstarfsemi er. Ég hef sagt okkur áður með lífeyrissjóðina ef að ég hefði til dæmis, eða segjum bara ekkert bara ég, segjum bara meðalmaður á Íslandi byrjar að vinna 20 eða eitthvað og vinnur þá allavega 63 eða hvernig lífeyrisaldurinn byrjar. Og ef hann hefði keypt gull hver mánaðamót fyrir það sama og hann borgar í lífeyrissjóð og ég reiknaði þetta upp með 500.000 á mánuði og ég reiknaði þetta, sko.
þá ætti hann, þessi einstaklingur, þegar hann hættir í vinnunni 63 ára, miðað við þennan datum í fyrra, hitt fyrra reiknaði það, þá ætti hann á milli 200 og 300 milljónir í gulli við starfslok 63 ára. 200 til 300 milljónir. Og ég var líka sá fyrsti sem reiknaði út og benti á hvað verðtryggingin raun kostaði. Að hún kostar, þú tekur 20 milljónir í lán, borgar 126 milljónir í verðtrygginguna fyrir utan vextina. Þannig að ef þú tekur verðtrygginguna og lífeyrissjóðinn, þá áttu á milli 300 og 400 milljónir þegar þú hættir að vinna. Það hefur verið með cirka 500.000 í mánuði á laun. Og keypt eitthvað það sem þú tekur 20 milljónir í lán hjá ríkinu. Og þetta eru peningarnir sem verið að stela að þér. Allt þetta pólitík og allt þetta skúespil með forsetan og lýðræðið og lífeyrissjóðinn og öruggt ævikvöld og þetta er allt saman lygasöngur til þess að stela af þér rosalega mikið af peningum. Svo ertu 63 ára gamall og grár og alveg bara eina fæði 1000 kall, já það er kannski núna fyrir mat. Þú veist, svo ertu bara bettlari. Það er það sem þetta game snýst allt saman um. Og svo eru náttúrulega allir þessar fjölmellur á launum, sko, peningunum þínum. Það er náttúrulega ef þú ert að stela 200-300 milljónir á hverjum einstaklingi, þá ertu með slatta peningum til þess að spila með. Og síðan er bara áróðusstöðvarnar bara að segja, nei, þú ert bara hálfvitið, þú ert vanþakklátur eldri borgari, sko. Eða eitthvað, sko. Og þetta bara gengur allan daginn út og inn og út og suður og þeir sem að rændu til dæmis Íslandi eftir síðasta árinu, þeir eru allir bara á snekkjum í Frakklandi eða Monaco eða eitthvað, bara skál. Fuck you, sko. Og eru bara þar með þessar 200-300 milljónir sem þú átt. Fyrir utan, sko, það sem þú átt í kvótanum, sko. Samkvæmt svona lauslegum útreikningum þá áttu cirka 5 tonn af hver einstaklingur á cirka 5 tonn af stöffi, fiskstöffi á ári. Og sennilega aðeins meira. Þannig að 4 manna fjölskylda á 20 tonn af fiski per ár. Þessu er allir stólið að það líka. Orkuauðlindirnar á hálendinu, rafmagnið okkar sem við framleiðum með landgæðum okkar, því er öllu stólið þær, hver einustu krónu. Það heyrður líka fyrst hérna á Frelsi TV. Það var enginn að benda á þetta nema Frelsi TV. Og þið sjáið að það er verið að passa upp á að reyna að vera ekki að gefa mér neinar viðurkenningar. Ég hef ekki fengið nein verðlaun eða viðurkenningu. Fæ alla, já, ég meina, þakka ykkur sem hafa stutt mig, en ég meina, þú veist, mánaðarlegur stuðningur dugar ekki fyrir þessu hljón, nema hann dugar kannski fyrir, þú veist, skrúfunni eða eitthvað. Og ég er ekki að gera lítið úr stuðningi, skilu, þið valkyrjurnar sem hafa stutt mig, bara rock on, sko. En ég meina, ég er bara heiðarlegur við ykkur, hvernig þetta er. Og ég var að taka saman núna það sem ég fengið auglýsingatekjur af öllum rásunum mínum. Þar með talið Scandinavia Report og Cooking rásinni konurna minnar. Það eru 17,46 eurur sem ég haf haft út af því. Þannig að það er ekki smá business í þessum auglýsingum, sko. Og þið vitið það með þessi að þetta Evrópubandalag og YouTube og fleiri eru að stela öllum auglýsingatekjunum að mér, sko. Og það er alla áhorfin eru fölsuð og þetta er bara allt svona einhvern veginn, veist. Og finnst þér þetta bara í lagi eða okkur, veist, er þetta bara, já, höfum þetta bara svona.
ég veit það ekki. Ha, sko, ef að valdstjórnin ætlar bara að vera glæpó, við ætlum bara að vera glæpó, þá segir frumskógarlögmálið að þú getur bara verið glæpó líka. Það er ekkert þannig sko að ég ætla að vera glæpó stikkfrí 35, 20, 33, 25, 12 og þú mátt ekki vera glæpó. Það er bara barnaleikir. Og í raun er það sem að musterisreglan er að spila eru barnaleikir. Þú veist, muniði stikkfrí og stikkfrí er það saman stjórnarskráin sko. Þeir beita henni bara ef að það er eitthvað sem sækir að þeim sko. En á hinn veginn þá er hún ekki til. Og reyndar eru ég búin að útlista það og það er staðreynd að valdstjórnin íslenska hefur ekkert með Ísland eða Íslendinga að gera. Ef þú heldur það, þá lifir í blekkingum. Sko, málið hans Eyjólfs, ég vil nú trúa því að mitt erindi hér á Frelsi TV þau mála hafi haft gríðarlega áhrif á framvindu þeirra mála. Að sko, valdstjórnin íslenska hefur ekkert með Ísland eða Íslendinga að gera. Er þeim algjörlega óviðkomandi. Þeir eru flestir með diplómatapassa. Mér skilst til dæmis að Birgitta er með diplómatapassa. Dómstóll, hræsniréttur, dæmir þarna íslenskan ríkisborgara, einn af okkur, til erlends ríkis. Og gerir það á forsendum erlends samnings við erlenda aðila. Þannig að valdstjórnin íslenska eru útlendingar. Þeir koma Íslendingum ekkert við. Það sem þeir prumpa út raskatið á sér kemur Íslendingum ekkert við. Af því þeir eru ekki einu sinni Íslendingar. Þetta er allt saman einhverju Thoroddsen og Tór og Tors og danska mellunöfn eða svona dönsku aðalsmannanöfn. Þetta er allt saman danadjöflar. Bara fuck you. Bara burt með ykkur. Því það er ekkert að gera hér á Íslandi. Og restina af þessu valdstjórnarpakki er allt saman í vændi upp á velli í Washington. Láta ríða sér raskatið þar. Ég meina það fólk kemur okkur ekkert við. Þannig að borga, ef þið látið Platicus að borga skatta inn í þessa vitleysu, þá bara guð hjálpi mér sko. Ég meina, hefurðu tékkað á því hvað færi mikið af peningum í NATO og Co, Sameinuðu þjóðirnar og þið að þar eru sko, svo skipt upp í svo marga stafnum, þeir eru UNESCO og bla 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 bla, allt sama apparatið. Allt sama draslið sko. Þannig að þú lifir í blekkingum, kæri íslenski víkingur. Þú lifir í alvarlegum blekkingum. Ég var að fara yfir statistikinn á rásinni hjá mér aftur. Því ég var svona og það gleði þeir sem að horfa mest á Frelsi TV, bæði mínútu áhorfi og áhorfi eru einstaklingar frá 24 til 35. Það finnst mér alveg afspyrnumerkilegt sko. Og 74% eru karlmenn af því
og svo nokkra valkyrjur náttúrulega. Og þannig að ég er að vona það að þetta unga fólk sé með á nótunum og bjargi víkingaarfleiðinni. En átta mig ekki alveg á því hvernig þetta fólk skilur minn boðskap, sko. Það er náttúrulega, þetta unga fólk í dag er eignalaust. Nema það sé í elitumafíunni, þá eru foreldrar þeirra búin að koma þeim í stöður og aðstæður á marga milljónir, sko. Hundruð milljóna bara með silfurskeiðinni. Og sko, ég veit það ekki, hvernig er hægt að brjóta ykkur út úr þessari dáleiðslu, eða ég veit ekki hvernig er hægt að lýsa þessu. Svo, ég meina, þið sjáið alveg þegar ég útskýri þetta fyrir ykkur svona að valdstjórnin er ekkert íslenskt fyrirbæri. Hefur ekkert með Ísland að gera. Og þetta fólk sem að þykist vera umboðsmenn Íslendinga girðir sig af niður á Austurvelli. Og er ekki sólin sem kemur upp í austri, Austurvöllur. Að það er þrautin þyngri að brjóta sig út úr þessu. Áttam á því. Og þeir sem að hafa stúderað eitthvað smottir í hernaðartækni átta sig á því að divide and conquer, skipta og stjórna, er mjög mikilvægt atriði. Og mér sýnist að sauðahjörðin á Íslandi er alltaf að rífast einhver mál sem skipta einhver máli, eins og tippið á sér eða píkuna, og hvort er betra að vera með tippi eða píku, eða hámaraður með bæði, eða hvað, skilur, eða hvað er að gerast í nærbuxunum hjá þér og hvað er að gerast í nærbuxunum hjá nágrannanum. Og það er svona levellin á umræðu hins almenna Íslendings. Og þeir bara komast ekki upp úr drullu pitnum, sko, þarna niðri. Það skiptir akkurat engu máli, sko. Og þið sjáu til dæmis menningamarxistana sem eru núna alveg að tapa sér fyrir jólin með að það sé eitthvað að fara í kirkju og eitthvað svona. Sér satanistar, sko, eða djöfladýrkendur. Að sko, fyrsta lagi kemur þeim það ekkert við, sko. Og það er ekki eins og sé ekki búið að gera allt fyrir það sem þeir hafa beðið og langt umfram það sem eðlilegt er. Muniði árunum alveg bara, já, gefa saman samkynhneigða, og kristnir sögðu bara, heyrðu, Biblían sem er grunnurinn undir þessari starfsemi sem við erum með hér, það stendur ekkert í henni, sko. Já, þið bara hatið það og bara hatur segðu það, veist, bara bla 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 bla. Og fólk bara, já, ef við erum kirkja og við ætlum að fylgja þessu biblíuriti, hvort sem ykkur líka við okkur líkar við þær kenningar, sko, þar stendur að maður gerir ekki svona. Og við ætlum ekki að gifta, nei, það þurfti alveg að þverbeygja kirkjuna að gifta samkynhneigða. Svo var það gert fyrir rest. Þá er það ekki nóg, sko. Nei, nú var bara að banna börnum að heyra orðið kirkja, sko. Eða eitthvað, þú veist, það er bara, og nú er næsta prógram hjá Sameinuðu þjóðunum. Það er að kenna 5 ára gömlum börnum að runga sér í skólanum. Já, fíblast. Flettið upp. United Nations.
Masturbation Teaching in School eða eitthvað. Og þetta er hluti allt saman af áætlunum. Þetta er allt saman planað. Af hverju vilja þær kenna 5 ára krökkum að runga sér? Hvað er það? Það er af því að þeir eru búin að reikna það út, alveg eins og ég var að segja ykkur áðan, að þeir voru búin að reikna út að ef þú borðar ekki kjöt, þá nærðu ekki eins hárri greindarvísitölu. Þetta er bara allt saman stærðfræði fyrir þeim. Sama eru þeir búin að reikna út að fólk sem kemur frá brotnum heimilum og sem að þetta er trauma-based mind control. Og ef að þú veldur barni einmitt á cirka 5 ára aldri, þú er búin að reikna það, það er rétti aldurinn líka. Ef þú ferð inn á barnsáluna 5 ára gamla og ferð að tala um runk og ríðaraskat og hvað er alltaf nú að fara að tala við blessuð barnin, þá er það trauma-based, þau verða fyrir tráma. Og það er markmiðið, að valda þeim gríðarlegu áfalli. Þeir eru búin að reikna að það sé betra fyrir mind control, sko. Þetta lið er alveg, já, semst út frá mínum mannlegu skynjunum, þá er þetta lið gjörsamlega klikkað, sko. Og núna, það er sýningurinn að eitt. Það kemur ekki alveg rétt upp. Besti staðurinn til þess að fela hlutina er í plain sight. Bara beint fyrir framan auguna. En ég var semst að, ég ætla að pröfa að séra núna á skjánum, því við vita að það getur allt farið í reboot eitthvað svona, það bara chillið aðeins út, sko. Sjáum til hérna. Hérna sjáum þið leikskóla, sjáum þið. Sjáum þið hérna leikskóla hérna. Það er ekkert að þessum leikskóla, eða? Hérna er svona leikreind. Svona sandkassi, sjáum þið. Voðalega snyrtileg hús. Sjáum þið þetta. Ég ætla að bíða eftir hérna kommenti frá okkur. Sjáu þið hvað ég er að pæla með þessu. Sjáu þið það, sjáu þið það. Ha, sjáu þið það. Þetta er nú fínir svona leikskólar eða ekki? Það er nú greinilega ekki mikið tekið myndir af þessum pointi sem ég er að reyna að meika. Hérna að sjá aðeins. En sem sagt, það sem ég er að tala um er girðingin eða. Það er það sem ég er að tala um. Það er nákvæmlega eins og fangelsi, sko. Nákvæmlega. Það er verið að venja þig við. Það er verið að venja þig við, góði minn, góða mín. Sjáðu. Þetta er allt saman reddi, sko. Áttu ykkur á því. Þessi fímakamps eru
eru algjörlega ready, sko. Og meinarðu lestirnar sjá þig tilbúnar? Það er það er alls konar ógeð í gangi, sko. En sko, þið vitið til dæmis með hesta, ef maður er að þjálfa hesta, þá byrjar maður á því að sýna þeim hnakkinn, sko, hann er bara þarna í girðingunni og svo fer maður nú að færa hann aðeins nær, skilurðu? Það er í raun það sama með þessu hér. Það er verið að venja krakkana við að vera í girðingu, sko. Og þessi elsku elsku börn okkar Íslendinga, þau eru síðan uppumpuð af drullumalli sem þeir kalla bóluefni, sem að er já, veist, bara kynnið ykkur úr hverju þetta er framleitt, sko. Og börnunum líður svo illa, eðlilega. Það er bara eðlilegt að börnum líði illa í þessu ástandi. Ég hef bara reyndar man eftir því ég var krakki á leikskóla, þessar girðingar höfðu rosalega vond áhrif á mig. Og þeim líður óbúslega illa greyjunum. Og flestir eiga foreldra sem eru algerir fábjánar, sko. Og þau eru alltaf að skamma þeim fyrir að líða illa. Og standa aldrei með börnunum, aldrei. Og þessir sjúkdómar til dæmis sem að læknamafían þykist vera að berjast gegn með að dæla öllu þessu eitri í börn. Ég meina, ef þú ætlar að segja mér það að ál, kvikasilfur og formalín sé ekki eitur, þá bara get ég ekki hjálpað þér. Að sko, þessum börnum líður svo illa og þetta hefur áhrif á meltinguna, sko, og miðtaugakerfið, að stærsta vandamál í skóla, stærsta vandamál ungmenna í dag eru sjálfsmorð, sérstaklega á drengjum. Þetta leggst miklu verra í drengi. Þetta er líka stríðið gegn karlmönnum. Það er það sem að, ég meina, ef að þú ert svona sturlaður og vilt ráða öllu í heiminum, þá vilt náttúrulega allir hinir séu kettlingar, svo auðvelt að stýra þeim. Og flettu upp hvað orðið kettling þýðir. Það er náttúrulega markmiðið að allir séu bara kettlingar. Þá er svo auðvelt að stjórna öllu og ræna öllu og rugla öllu. Og ókei. Þetta voru sem sagt Þetta voru leikskólarnir. En skólarnir eru líka eins og fangelsisstofnanir. Það er í raun engin eðlismunur á fangelsi og skóla. Það er verið að fanga, þjálfa börnin. Af því að sko í fangelsi gerur ekkert nema að fá leyfi. Sama er í skólanum. Þú getur ekki einu sinni sinnt þínum grundvallar líkamlegu þörfum eins og kúk og pissa eða eitthvað. Eða vera þyrstur eða eitthvað. Öðru sinni að fá leyfi til þess að kúka eða pissa. Og þetta er allt sem hann hannað. Þetta er ekkert af þessu tilviljun, sko.
og þessu fylgir náttúrulega gríðarlega mikill sársauki og skelfing fyrir þessi börn og ég meina bara á morgun í fyrramálið mætir þúsundir íslenskra barna í þetta helvíti sko. Og og life goes on og þessi litlu skinn bara drepa sig í hundrað tuga vís sko. Og það er dælt í þeim sterkum geðlyfjum sko, bara í vörubíla þú veist þetta er bara geðveiki sko, þetta er ekkert heilbrigt og það er ekkert hannað til þess að vera heilbrigt, þetta er hannað til þess að vera svona viðbjóður. Og já, er einmitt eldri börn sjáðu í sama fangelsinu sko. Mér bara horfið á myndirnar skilurðu. Sjáðu mind controlið sem er í gangi sko. Hvað er þetta? Ja, þetta þarf nú vegna öryggis barna. Fuck you maður. Nú ef þetta er allt saman svona hættulegt þá eru börnin bara heima hjá sér. Ég meina við búum hérna við umferðargötu eða svona það reyndar ekkert mikil umferð en ég meina við kendum bara börnunum munin á grasinu okkar og götunni sko. Þau eru 3 og 5 ára og þau fara aldrei nálægt götunni og það er engin girðing eða neitt. Þannig að börnin mín sanna þessa kenningu. Sjáuð þetta? Sjáuð þetta? Hver byggir svona viðbjóð maður? Ég meina, af hverju eru ungmenni að drepa sig í svona stórum stíl? Er það því allt er í fína lagi eða er það því þau eru fíbl eða? Þú veist. Sjáðu þessa hönnun. Guð hjálpi mér. Svo ætlaði að fara að kenna 5 ára börnum að runga sér. Það er skipun frá Sameinuðu þjóðunum. Það má nú ekki vera með trúboð og kenna Jesú Krist sko. Það er alveg svakalegt sko. En það má kenna vísindismann. Vísindin byggja öll á bara að kjafta þig sko. Ekkert að marka þessi vísindi sem að vera að kenna í skólum. Ekkert. Það er ekkert að, þetta er bara bull frá upphafi til enda sko. Og já, ég ætla að sækja eitt props, ég ætla að skipta gír. Bíðið eina sekundu.
Já, já, það er bara props og allar græjur í kvöld, sko. Þetta hérna er töfratól, sem þið. Flashlight. Sjáið þið ljósið? Ok. Sjáið þið ljósið núna? Það er ljós hérna þá, sjáið þið. Sjáið þið ljós? Sjáið það núna. Sjáið. En það er ósýnilegt ljósið hérna á milli. Þið sjáið absolutt ekki neitt. Nú. Bíddu nú við. Ertu að segja að ljós sé ósýnilegt, Axel? Já, það er ósýnilegt. Eina sem er sýnilegt við ljós er reflection. Já. Ok. Hérna. Þannig að ég er að finna þetta fyrir ykkur. Chillið út. Sko, ef að ljósið er ósýnilegt, hvernig eigum við þá að sjá stjörnur? Sko, ég var að horfa á 2 flatjarðinga og þeir keyptu sér svona laser. Keyptu svona laser eyju, sko. Keyptu sér einhverja svona pointer, já. Þeir keyptu svona industrial rándýran laser græju, ekki svona ódýra, sko, eins og ég er að sýna þér hér. Laser. Nei, þetta var eitthvað annað. Já, þeir voru sem sagt tökum við það beam bara. Gun, já, þetta, nei, ok. Ok, laser. Hérna, þeir keyptu sér svona industrial laser, sko, sem var aðeins betri en svona venjulegt. Átti að vera notað til mælingu og eitthvað slíkt. Og síðan ætluðu þeir að mæla vatnsflötinn eins og héðan til Akranes til dæmis. Eða héðan og yfir á Snæfellsjökul. Þið vita ef þeir eru staddir í Keflavík eða Helguvík þá sjáu þið Snæfellsjökul, sko. Og þeir voru með eitthvað svona pælingu, svona vatt, það sem sást langa leiðir og þeir ætlaði að vera með laser þar sem að þeir myndu senda laserinn frá Helguvík til dæmis og svo ætlaði hinn gaurinn að taka á móti honum á Snæfellsnesi. Og svo lentu þeir í þessu hér, sjáðu, að laserinn, þótt hann sé óbúslega hnitmiðaður á örstuttum leiðum, þá sáu þeir ekki neitt nema bara svona einhverja svona já, þeir sáu ekkert hinum því að laserinn hafði dreift sér upp. Þannig að það var ekkert, þú veist, það bara á 1, 2, 3 kílómetrum þá er laser orðinn bara ljósi, sko. Þannig að
ef að þið horfið á stjörnurnar á himninum, þá er ekki fræðilegur möguleiki að þetta sé endurvarp frá stjörnu í þúsundum eða milljónum ljósára fjarlægð, sko. Það er ekki séns. Ef þú getur ekki haldið sértækum laser fókuseruðum frá Helguvík til Snæfellsness, þá geturðu gleymt því að svona stjarna haldi fókus sínum í einhverja, hvað er, einhverja billjón ljósár. Billjón ljósár. Allt sem þú hefur lært í skólanum þínum er lygi. Það er ekki þannig. Þetta er bara kjaftæði. Þetta er bara lygi. Það er verið að ljúga, vina mín. Og allar myndir sem við hafið séð frá NASA, þær eru allar svart, sjáðu þið. Já, betur þetta er sem sagt nýtt. Þeir eru alltaf að falsa. Þetta er sem sagt nýjar myndir, sjáðu þið. Já, hérna sjáðu þið. Ekki ein einasta stjarna, sjáðu þið. Hello. Hello. Spooky stuff. NASA Gov, tökum bara official NASA myndir, verðum ekki það. NASA Gov. Þetta er frá The Real NASA Bastards. Líka Bastards. Að hérna það er staðreind, ákveðin staðreind. Þetta er frá einhverjum öðrum, Lockheed Martin. Það er bara ein frá NASA. Okay. Það er ekki þetta plúsir frá NASA þá. NASA Gov, hérna séu þið. Hérna er mynd úr sundleginu þeirra. Þetta er séu, það er engin einasta stjarna hérna. Þetta fólk er allt saman á lífi í dag. Þið vitið það. Nú, hvar var myndin góða? Allavega. Það er ekkert meira hérna frá NASA. Sjáum við þessar ævintýramyndir. Þetta er bara CGI, þetta er bara tölvugrafík, sko. Algjör steypa, sko. Þessar plánetur hérna eru bara tölvugrafík, áttu ykkur á því. Það er ekki til ein einasta mynd af. Já, kemadrullinu. Þetta er allt saman bara tölvugrafík, sko. Það er ekki ein einasta ljósmynd til af jörðinni. Ekki ein. En þið áttu ykkur á því að allt þetta kjaftaði hérna er kennt í skólum. Þessi trú, þetta CGI kjaftaði er kennt í skólum. Þetta er náttúrulega bara trúboð. Það verður að kenna þér að trúa þessari vitleysu. Þá sér enga stoð í raunveruleikanum, sko.
og þið sjáið hérna allt saman lygar. Hérna er einmitt þeir eru að sýna þér hérna eldflaugarnar, þær fara alltaf í svona boga, sjáið þið. Og ástæðan fyrir því að þeir fljúga þeim upp, svo fara það bara beint í sjóinn, sko. Þess vegna eru allar þessar space skotstöðvar nálægt sjó. Þær fara aldrei upp neitt, þær fara bara beint í sjóinn. Og allt sem að gerist þarna uppi eru helíumbelgir. Sjáðu hérna. Hvernig getur þetta passað við? Þið vitið að ef þið setjið timer á mynd, hvað er þetta? Ég vil taka fram, ég átta mig ekkert alveg á því hvernig raunveruleikinn er í þessu, sko, en ég veit að það er hérna helvítis hérna, keyrum þetta vídeó hérna kannski. Sjáðu, þetta er hérna þetta er hérna leikarinn frá já, þetta er fair use, hérna fávitar á YouTube. Sjáðu, það er svona sem þeir trúa að þetta sé. Þetta er svona búning, sjáðu. Þetta er nákvæm lýsing á því hvernig ferðin okkar á að vera, sjáðu. Sjáðu. Þetta segja þeir að sé sólkerfið okkar. Þessi tölvuteikning var gerð eftir lýsingunum frá lygunum. Hvernig getur þetta þá verið svona? Þetta bókhaldið bara stemmir ekki. Ekki á nokkurn einasta hátt. En þá fer maður að velta fyrir sér hvaða ljós er þetta sem við sjáum hérna? Hvað er þetta? Það er mjög forvitnilegt, sko. Og ég veit það ekki, þú veist. En þetta er allavega ekkert svona, sko. Þetta er alveg tóm steypa, sko. Þú veist, come on. Þeir eru búin að ljúga sig svoleiðis í hring eftir hring, þessir fábjánar og fólk alltaf, já, þurfum að kenna börnunum okkar þetta, sko. Þau þurfa að læra þetta allt saman. Þetta er mjög mikilvægt að kunna allt þetta, sko. Ta-da-da. Hvar var hérna? Spacewalk. Spacewalk. En með hérna beinar útsendingar. Þeir eru með beinar útsendingar af geimstöðin og hlæja af lyga vitleysunni frá þessu liði, sko. Yaris er með þetta. Þetta er allt saman bara lygar, sko. Hvar eru allar stjörnurnar? Þetta er allt saman sviðsett lygasögur. Munið eftir gaurnum sem að hérna, já, hérna, heyrðu, einmitt hérna Astronauts Googles. Og þeir eru allir núna með, ég meina það var einn gaur sem hann drukknaði næstum því. Veit þið? Nei, bíddu við. Water.
Þeir eru nefnilega allir í baðkarinu heima hjá sér. Veit líka, já, sjá hérna, sundlaugin bara. NASA training pool. Já, hérna, sjáðu. En pabbi, akkur er með allt saman á blátt hérna? Akkur er allt svona blátt? Að það er blue screen. Það var hérna geimfari sem að drukknaði næst í beinni útsendingu. Og þeir eru allir núna með goggles út í geimnum, sko. What? Sjá hérna, NASA. Já, sko. Þetta er allt saman lygar, sko. Og hérna kostar náttúrulega skrilljón dollara allt saman, sko. Allt lygi, bara tóm lygi, sko. Bara lygarar. Það er ekkert space program. Það er ekkert space. Þetta er allt saman lygi. Það er ekkert að marka þetta. Þetta eru bara lygarar. Eina sem þetta fólk kann er að ljúga. Hey dude, where is all the stars, man? Og ef að stjörnunar eru að koma frá skrilljón miljón miles away, þau myndu dreifast. Munið þið leyserinn? Sjáðu hérna bara ég meina gera bara tilraun. Þú veist, leyser dreifist alveg svakalega fljótt. Og hérna allt saman blekkingar og lygi. Ekkert að marka það sem þetta fólk segir. About it. Það er jörðin á flöt. Já, ég veit það ekki. Hvað heldur þú? Ég veit bara að allt þetta er lygi. Og ég veit að þetta er kennt í skólum landsins. Þessi trúarbrögð eru kennt í skólum landsins. Einmitt. Space is made in a Hollywood basement. Red Hot Chili Peppers. Sögðu okkur. En hérna þá fer maður svolítið mikið að velta fyrir sér eins og til dæmis tunglinu. Ég hef tekið myndir af tunglinu og ég mér sem byrt þar. Sko, ef að tunglið er jafn langt frá og þeir segja, af hverju sjáum við skuggan af fjöllunum? Hvað er það? In the sky moon is, þetta getur verið myndi mín. Ég náði svona mynd í kvöld með þessu. Sjáðu. Þetta nærðu bara, þú nærðu svona mynd með venjulegri kameru. Ég á svona mynd sem ég tók sjálfur. Og ef þú mælir vegalengdina sem að þetta fyrirbæri á að vera frá okkur, þá er ekki séns að þú sjáir svona dítæla með Imbamatic, sko. Og hérna
Þannig að það sem að verið er að kenna í skólunum, þessi vísindaísmi sem verið er að kenna í skólunum, og það er verið að tala um að það megi ekki kenna trúarbrögð í skólunum, þá er nánast allt námsefni bara fokið, sko. Þetta er allt saman trúarbrögð sem verið er að kenna risaeðlur og eitthvað, veist bara, þetta er kjaftaði. Það er ekki neitt. Og sama er með, eins og ég sagt ykkur margoft áður, og mér sé að æðsti, mér sé að Genakári hefur viðurkennt það, að DNA sagan er lygi. Þetta er allt saman skáldskapur og lygar. Það er ekkert að marka þetta. Þetta er, það er enga myndir af raunverulegu DNA. Þetta er allt saman svona CGI bara. Og Harmageddnar spurðu Genakára fyrir mig, hvernig tengjuru tölvuna við genið, sko? Hvernig lestu genið yfir í tölvu? Og Genakári sagði sjálfur, já, það er nú svona leap of faith sem er trú. Leap of faith þýðir trúar. Þetta kallað er real DNA. Þetta er skáldskapur, sko. Eða bara eitthvað, skilur. Þetta er bara svona baunasúpa eða svona stafasúpa. Þetta sannar í raun ekki neitt. Þetta sannar ekkert að þú getur einhvern veginn lesið DNA í fólki. Það er bara kjaftaði. Þetta er þetta blekking. Þetta er sem sagt, þetta er bara skáldskapur, sko. Þessi mynd hérna sem að þeir segja sé að DNA gæti alveg verið mynd af Guði. Það er bara spurning hvernig þú túlkar það. Og flest af þessum myndum, eins og myndir af Ebola-vírus sem er skáldskapur frá upphafi, þetta er allt saman CGI. Eða mynd af ykkur sem er síðan bara poppað upp í eitthvað allt annað, sko. Svo þessi mynd hérna, sjáðu hérna, þetta gæti verið Guð, sjáðu. Þú getur alveg eins sannað mynd eins og þessi hér sé á Guði eins og þetta sé á einhverju DNA-i. Það er engin eðlismunur þar á. Það er allt saman spurning trú. Eins og Genakári sagði. Þetta er leap of faith. Þetta segir ekki neitt. Og á þessum tíma tók ég náttúrulega eftir líka að á þessum tíma tók ég náttúrulega líka eftir því að þetta er svo mikið bull og vitleysa. Þetta er algjört rugl, maður. Sama er með Ebola-vírusin. Ebola-vírusin er skáldskapur. Ebola-einkenni koma helst fram við að drekka formalín. Og þið vitið það að við drekkið eitthvað eða borðið eitthvað, þá tekur, og það er eitur í því, eins og formalín eða ál eða kvikasilfur, þá í gegnum meltingaveginn, þá tekur líkaminn upp bara cirka 10-15% af því eitrið sem kemur í gegnum matinn. Ef þú sprautar því í blóðrásina, þá tekur líkaminn upp 95% af því.
Og þess vegna er til dæmis alltaf þeir eru að bera saman, já þetta er allt saman hættulaust og þá eru þeir að tala um í matvælum, sko. Það er ekkert sama dæmi. Og ástæðan fyrir því að doktor Andrew Wakefield var dímoniseraður og þessar rannsóknir hans, eða sem sagt þessi, sem var reyndar ekki rannsókn, þetta var uppsöfnun á gögnum hjá honum. Og hann hefur gert grein fyrir því í dítelum, sko. En hans thesis, það sem hann var að segja og fleiri hafa sagt, læknar, er að sko þegar að verið er að samþykkja bóluefni, þá er eiturinnihalds bóluefnisins skoðað bara sem eitt og sér. En það hefur aldrei verið gerð vísindaleg könnun á því hvað bóluefnaserían inniheldur mikið eitur. Og það þarf enginn að segja mér að lækna vísindin sem þeir kalla sig, þetta er þetta trúarhreyfing, þetta er stórhættulegt köld, að þeir fatti þetta ekki. Þetta er með vilja gert. Þetta eru morðingjar. Sko, þessi tegund af eiturefnum eins og aluminium og kvikasilfur, það safnast upp í líkamanum. Það fer ekkert, sko. Þannig að ef að þú ert að gefa litlum börnum frá fæðingu jafnvel, efni, eiturefni, og það er bara skoðað eitt bóluefni, já þetta er allt í lagi, þetta er ekki svo mikið kvikasilfur og ál í þessu bóluefni, þá reiknar ekkert með hinum 30 eða 40 sem að öllum þessi Bandaríkjunum áður en börn verða að fara í 6 eða 7 ára bekk, þá er búið að sprauta í 30-40 bóluefni, sko. Og á Íslandi er verið að fjölga þessu hratt, sko, það ætla að vera að auka bóluefnin og það er verið að yngja aldurinn. Og til dæmis K-vítamín sem að er bara verið að þröngva fólki upp, við hérna í Svíþjóð þurftum bara að hlaupa út af spítalanum með kettlingana með K-vítamín og eftir okkur. Þetta er bara K-vítamín, þetta er bara vítamín, þetta er bara vítamín. En ef þú lest innihaldið, þá er í K-vítamíns bóluefninu eiturefni sem veldur getuleysi. Og þetta eru eugenics fólk, þetta lið vill útrýma mannkyni og allavega að hafa 500.000 manneskjur. Þannig að þú veist, þessi fólki er ekki treystandi. Þetta eru sturlaðir glæpamenn, því miður. Það verður að sýta meiri pening í heilbrigðiskerfið, virkilega. Þetta lið er bara, þetta er bara crazy lið og þau þurfa að höndla það eins og slíkt. Það þarf að höndla lækna og lækna geirann og spítalakerfið og heilbrigðiskerfið sem sjúkt köld. Bara svona eins og Jonestown, sko. Ekki það hugsanlega hef ég komið fram með kenningar að það hafi verið eiturefnað en ekki sjálfsmorðað. Og þannig að það þarf að taka á þessum málum þarf að taka eins og kaldrifjuðu stríðsglæpapakki af verstu sort í samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar. Og ég veit ekki hvort að þið náttúrulega þið sem hafa hlustað á mig vitið allt þetta, ég veit ekki ef það er einhverju nýir hérna, Operation Paperclip. Vitið hvað Operation Paperclip var? Munið þið það? Operation Paperclip. Það er aldrei verið heimildamynd í ríkissjónvarpinu Operation Paperclip. Er það nokkuð? Er það? En allir þessi vísindamenn
sem voru að vinna í T4 og T8 og voru að vinna í þessu ógeði í Þýskalandi. Þess vegna gaf Jóhannes Björn Frímúrari út bókina Skákað í skjóli Hitlers. Þegar þetta lið var allt saman að vinna viðbjóðslegt starf. Sjáðu bara T4. Germany. Euthanasia program. Og þeir sem að voru mest í þessu T4 dæmi voru læknar og lyfjafyrirtæki og þetta lið sem að hætti ekkert starfsemi þarna. Nei, þeir fóru bara allir hérna til Ameríku, sko. Þess vegna kemur svona mikill viðbjóður frá Ameríku. Af því að þessi eugenics lið allt saman fór til Ameríku. Þetta frímúrarnir. Þetta musterisreglunar, sko. Þeir eru gaurarnir sem að þessu, sko. Eða liðið. Og Hitlers order for action T4. Að þessi starfsemi, já, náttúrulega öllu kennt, Hitler kennt allt, sko. Það nú ekki alveg sannleikanum samkvæmt því sem Jóhannes Björn segir. Og þið vitið það að Wikipedia er að merkja menn með gulu stjörnunni, eins og Ernst Sundell. Hann er merktur með gulri stjörnu. Sjáðu. Hérna. Beidu. Þetta er bara rugl, sko. Þannig að það sem ég var að segja ykkur áðan er að þeir snúa öllu við. Þeir voru að segja, já, þeir merktu gyðinga með gulu stjörnunni og blablabla. Nei, þeir eru að merkja sjálfir. Og þið, og einn sem að gaur sem að ég ekki alltaf missi. Þessi gaur hérna sem að styður, þessi gaur hérna sem að fjármagnið þetta forsætisframbjóðina til dæmis og eru með pening eða með lúkurnar í íslensku drastlinu, sko. Þessi gaur hérna er gyðingur. Alltaf með það mér kemur ekkert við, sko. Og sjáðu, það er engin gul stjarna á honum, sko. Sjáðu. Það er gul stjarna á Sundell sem er að upplýsa glæpinn, sko. Snúa öllu við, allt er sett á haus. Ég er orðið þannig núna, ef ég heyri eitthvað einhvers staðar, þá snýði alltaf við fyrst og les það á hvolfi, sko. Þá sér maður hana raunverulega. En þessi gaur hérna er gyðingur sem að vann við það í seinni heimsstyrjöldinni að drepa gyðinga. Jú, var ekki Hitler arjarnir sem drápi gyðinga? Nei, þessi gyðingur vann við það að drepa gyðinga og ræna þeim aðleifunni. Og þannig var hann óbáslega ríkur. Og hann hefur viðurkennt það og er stoltur af því. Hann hefur viðurkennt það í viðtali að hann gerði þetta að drepa aðra gyðinga og ræna þá. Þannig að London School of Economics. Þetta er Fabian Society. Okay. Að þessi kall hérna, hann vann við að drepa gyðinga og hirða þeim aðleiguna. Þessi gaur hérna hefur aldrei gert það. Þessi hefur aldrei gert gyðingi megin. Eina sem þessi hefur gert er að efast söguna og gaf út bók. Dóu virkilega 6 milljónir. Það er það sem hann gerði. Hann gaf út bók þar sem hann vogaði sér að efast þetta. Nú síðan var
Þýskalandi og þýska ríkið handtók hann fyrir að vera með gula stjörnu og mm, bíddu nú við. Stolt, já. Já, hérna er hún. Að ég hef nú sagt ykkur þessa sögu aftur og aftur en aldrei er góð vísa og oft kveðin. Þessi gaur hérna, hann drap gyðinga, hann hefur viðurkennt það og var stoltur af því og rændaði þeim aðleikunni og hann hefur aldrei lent í fangelsi eða neinu vesinni og hann er hérna með Open Society og hann er að fjármagna sem sagt, stríð í Úkraínu og hann er að fjármagna óróa á Íslandi og setja allt á hausinn á Íslandi og yfirtaka allar eigur Íslendinga. Það er þessi gaur hérna og hann hefur aldrei lent í fangelsi og farið enga gula stjörnu eða neitt slíkt. Þessi gaur hérna, hann efaðist augljósar lygar sem er bara eins og stærðfræði. Veist, já, ok, það voru 6 milljónir manns drepnir í þessum húsakynum á svona löngum tíma. Hvað þarf þá að setja marga í ofnana til þess að brenna þá? Já, veist, þessi 6 milljónir sem var sagt að það hafi verið brennd í ofnunum, þá þarf það að setja svona marga á klukkutíman og bara, já, þetta er vonlaust. Þú veist, þú þarf að brenna 200 manns í einum ofni á klukkutíma. Það er ekki fræðilegur möguleiki. Þannig að bara svona með puttastarffræði þá getur þú séð að þetta gengur ekki upp. Og hann vogaði sér að segja bara, heyrðu, þessi starffræði gengur bara ekki upp. Og fór bara að skrifa í þessu og pæla, hann, veist, og fór að pæla í þessu, bara, já, heyrðu, hvað er nú þetta og bla, 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 bla. Og hann var, sko, hundeltur af þessum fávitum, sko. Og bara réttarhald í Kanada og réttarhald hér og allt þetta dómskerfi andskotans var á eftir honum. Og svo fór hann til Þýskalands og þar var hann handtekinn og þar var hann tekinn fyrir dóm. Og í Þýskalandi er eitthvað svona lög að ef einhver er tekið handtekinn og þá þarf að skaffa honum einhvern lögfræðing, sko, til þess að réttlæta ósómann, sko. Þannig að hann var settur þarna fyrir dómstól og ok, gefa honum einhvern hendi honum einhvern lögfræðing, sko. Og þá var Silvía Stoltz skipaður lögmaður af Þýska ríkinu. Þessi frábæra kona hér. Þetta er rosalega virðingu fyrir Silvíu Stoltz. Þessi frábæra kona hér og lögmaður var skipaður lögmaður Ernst Sundell fyrir það eitt að efast þessa lygasögu sem er búið að vera að segja og allir þessir hörmungar, veist, það fylgir, það er búið að vera að eldast við einhverja gaura út allan heim og drepa þá og veist, það fylgir þessari sögu alveg viðbjóður og ógeð og það eru sko endalaust verið að rukka eitthvað fólk peninga fyrir þessa lygasögu, sko. Ernst Sundell segir þetta sé lygasaga. Nú, Þýska ríkið skipar Silvíu Stoltz sem verjanda. Segir, já, hérna Silvía, þú þarft að verja þennan mann fyrir þessa hræðilegu glæpi að efast þessa sögu hér sem hefur verið sögð. Silvía Stoltz bara, ok, ég vinn við þetta að vera lögfræðingur og hún fer á væntanlega að tala við Ernst Sundell og svona, já, ok, já, þeir eru svona að saka þig fyrir að efast þessa útrýmingabúðir og helförina og Auschwitz og allt þeir eru að efast já, ok. Og svo fer hún í réttarsalinn eða, veist, undirbýr málið og og síðan sem verjandi þessa manns hér þá segir hún þá gerur hún kröfu það eða segir, ok, kæri saksóknari og þú ákerir hér skjólstæðing minn fyrir að efast helförina
þá óska ég hér með eftir því að þú leggir fram sannanir fyrir því að helförin hafi átt sér stað eins og þú lýsir henni, sem mun þá væntanlega afsanna það sem skjólstæðingur minn segir. Getið þið hvað gerðist næst? Take a wild guess. Take a wild guess. Hún var dæmd í 3,5 árs fangelsi. Þrjú og hálft ár prison term. Og henni var bannað að stunda lögfræðistörf í 5 ár. Og þetta er ekkert að gerast 1700 á Súrkál, sko. Þetta var að gerast 2008. Söndel var dæmdur í 5 ára fangelsi og hún var dæmd í janúar 2008. Já, en Axel, þetta er bara allt saman eðlilegt, sko. Það er ekkert í gangi, sko. Þú ert bara geðveikur. Þú ert bara geðveikur, Axel. Já. Nei, mitt. Einmitt, já. Ég ætla nú ekki einu sinni að byrja að tala um TMS manualinn. Af því að geðveikis businessin er geðveikur. Það er það sem er geðveikt, sko. En hérna og núna sjáum við náttúrulega að íslenska lögreglan sem að hefur lýst því yfir að þeir hafa ekki peninga til að gera neitt. Það vantar svo mikið af peninga. Þeir hafa tíma til þess að eltast við haturs orðræðu eða haturs eitthvað. Af því að menn voru í einhverjum vandræðum með það að kyngja því að kenna 5 ára gömlum börnum að runga sér að tilskipun Sameinuðu þjóðanna. Þá er það bara hatursorðræða. Já, einmitt. Já. Það getur, ég meina, það er sennilega bara þannig með þjóðir og með að vera að nauðga þeim, þá hata þeir nauðgarann. Það getur alveg verið hreina satt, sko. En það, ég meina, og nauðgarinn segir, ég meina, þessi sem ég er að nauðga hatar mig. Ég meina, það þarf að ákæra fórnarlambi fyrir hatursglæp, að hata nauðgara sinn. Það er lógíkin sem er í gangi. Þannig að og ástæðan fyrir því að ég hef verið svona paranoid á móti valdstjórninni að mörgu leyti er að hún er búin að sita í íslensk lög, þetta T4 fyrirbæri. T4 var löggjöfin, þið áttu ykkur á því. Og T8 var gatan, það sem að skrifstofan sem að stýrði þessu fór fram. Og þið sjáu hérna hvernig þeir eru að fela sannleikann, sjáu.
Þeir setja Tyriklenstrasse 4, sjáðu. Það er ekki satt, sko. Af því það var Tyriklenstrasse 8 sem að þetta fór allt saman fram, sjáðu. Þetta er húsið. Þannig að stendur ekkert á það núna hérna. Þetta er húsið sem var þarna. Þetta er húsið sem var, sem að stýrði þessum aðgerðum. Og hérna það var heilbrigðisgeirinn sem að gerði þetta, sko. Sem að drapa allt þetta fólk. Og því er lýst í bókina hans Jóhannesar Skákaði skjóli Hitlers. Þar er því lýst hvernig fólk hérna, það sýnir ykkur hérna. Sem það voru læknar og hjúkrunarfólk sem drápu allt þetta fólk. Og það er í raun svakalegasta helförin sem fór fram í Þýskalandi fyrir utan morð bandamanna. Já, einmitt. Sjá, þeir finna það ekki. Hérna. Þetta er ekki lengur á Maps eða hvað. Really? Það veldur mér svo miklum áhyggjum á Íslandi og hérna finna það að T4 lögin eru raun komin í samband á Íslandi. Það er veldur mér verulegum áhyggjum, sko. Ok, hérna Tyriklenstrasse 8. Já, allavega. Já, ég held að því hérna. Síðast ég tjekka á því þá var Tyriklen getur verið í sig að horfa eitthvað villist á. Já, betur með hérna er þetta. Þeir eru búin að breyta þessu, sagði. En allavega þá var þetta þannig að þá var að rífa þetta hús. Sko. Þegar að svona heimst fólk eins og Jón Gnarr og þessi þingkona þarna sem kom fram. Ég hef miklu meiri áhyggjur að börnin mín smitist af heimsku þeirra og barnanna þeirra. Og því er náttúrulega miklu eðlilegra að banna þessum heimskingjum að fara í skóla. Það lítur að vera mun eðlilegri ferill, sko. Eða hvað, ég sem sagt, ég er náttúrulega ekki hlynntur þessu rugli, sko, en ég hef svona stundum að leika mér að því að taka hugsun heimskingin alla leið, skilur, og gegn þeim sjálfum jafnvel. Það náttúrulega ekki vinsælt, sko. En sem sagt, já, hérna, akkurat núna þegar ég var að fara undirbúum að hætta þessari vilsu, þá hérna þetta T4 og þetta hérna, þetta voru allt saman læknarnir og
og þið getið lesið um þetta, hérna voru alls konar læknar og doktor Karl Brandt, sem sagt, það voru eiginlega læknarnir sem að plötuðu Hitler í að skrifa undir þetta, sko. Og hérna eru spítalarnir, sko. Þeir drápu fullt af fólki, sko. Og þið vitið núna til dæmis að íslenskir læknar vilja drepa allt á syndrómfólk sem að kemur undir. Og þeir bara drápu fólk bara eftir, þú veist, ef þú ert á vanskilaskrá þá bara drepuðu þig. Og það var í svona heilsusenturum. Það var bara svona á Reykjalundi og eitthvað sem að bara svipuðum stofnunum eða Landspítalanum eitthvað, það var bara fólk drepið. Með gasi fyrst og þetta voru tugþúsundir manna. Þetta eru hinir einu sönnu gasklefar, sko. Það var hjá læknunum. Og sveitarstjórnir og nágrannar vissu um þetta. Í bæjunum og sveitarfélagunum, þar sem að þessir dauðamiðstöðvar voru, þar var fólk farið að gruna ýmislegt og það var verið að senda bréf fram og tilbaka og kirkjur voru að mótmæla og þetta var á allra vitorði að þarna væri verið að drepa fólk og ekkert gerðist, þetta hélt bara áfram og hélt bara áfram og svo voru læknaréttaldin, sjáðu þið. 1946, þetta er þetta tribunal sem ég var að tala um ykkur áðan líka. Við þurfum að hafa tribunal yfir íslensku valdstjórnarmafíunni. Þar voru 23 læknar og stjórnendur fyrir stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni. Og þessi glæpir voru, já, þetta hérna, sjáðu þið. Og hluti prima motusar í þessum aðgerðum fóru allir til Ameríku í Operation til Ameríku og Ísrael, sko. Það fóru fólki með þessa þekkingu. Þið getið, ef þið eru svona grúskarar, borið saman þessi nöfn á þessu liði sem vann við þetta og þeir sem fóru til Ameríku, sko. Það er prima motusar í þessu voru fluttir til Ameríku. Og þetta lið vinnur mikið hjá lyfjariðsonum og þessari læknamafíu. Þannig að það eru sögulegar ástæður fyrir því að vera ekki að treysta læknum of. Þetta er engir guðir, sko. Þetta er ekki fólk sem þú getur treyst. Og þetta segir þér enginn á 365 miðlum eða Screw You eða Stundinni, þeir eru ekkert að tala um þetta. Og ef þeir tala um þetta, taktu eftir því að þeir reyna að snúa út úr því, eins og ég var að segja ráðum með hræsnarétt. Og hafið þið velt fyrir ykkur þráhyggju elitumafíunar að fá nýjan spítala? Af hverju eru svona uppteknir af því? Af hverju vilja þeir fá svona marga milljarða, skrilljón, trilljarða í spítalabisnessin? Það er út af þessu. Það er nákvæmlega út af þessu. Veltu öðru fyrir þér. Af hverju hefur aldrei heyrt um þetta nema hérna á Frelsi TV? Aldrei, bara ekki orð. Af hverju hefur aldrei heyrt um Ernst Sundal? Þetta er rosalega frægt mál og bara svakalt, þú hefur aldrei heyrt blofs um þetta.
Aldrei? Af hverju aldrei heyrt um Silvíu Stolt? Ofboðslega vönduð kona og bara vá! Og hvernig hún talar eftir þetta allt. Ennþá er hún full auðmýktar og bara vá! Þvílík persóna, sko. Þetta er fólk sem ég beri virðingu fyrir. Og doktor Andrew Wakefield, fólk sem að þorir og hefur eitthvað bein í nefinu. Er ekki svona helvítis aumingjar eins og Íslendingar eru. Sem að bara kunni ekkert annað en að opna á sér raskatið til þess að fóta að ríða sér í það. Veist, þetta er bara því miður. Íslenska þjóðin er bara samansafnað aumingjum. Og danskri elitu sem að bara hefur hlutin eins og þeir vilja. Og svo eru þeir með morðingjasveit af heimskustu Íslendingunum sem að kalla sig lögguhaugar og sérsveitir. Við reyndar erum búin að stofna vikingasveitina, þið vitið að henni. Og hérna, já, kannski ástæða til þess að auglýsa hana. Það er hérna hópur á Facebook sem heitir Vikingasveitin og þar regnir inn mikið af fólki sem er bara mjög gott og hérna hlutverk Vikingasveitar er sjálfsvörn Íslendinga gegn glæpum og skipulagðri glæpastarfsemi og það er náttúrulega valdstjórnin erlenda, þetta er erlend valdstjórn sem ríkir á Íslandi. Við erum að tala um að verjast henni. Þeir sem beita ofbeldi, það er árásum, eru ekki hluti af Vikingasveitinni og hafa með gjörðu sínum sagt sig úr henni. Við gerum aldrei árás, þetta er bara sjálfsvörn. Meðlimir Vikingasveitarinnar kallast lögregluþjónar og þjóna fjölskyldum sínum og nágrönnum og í þessu live hérna út síðasta live sem sagt getur slegið hann þess að slóða hérna við vilja. Í þessu live þá gerði ég nákvæmlega grein fyrir því hvað þetta snýst og hérna já, einhver stafsynninga þeir sem beita ofbeldi eða, hvað gerist það? Hvað var í gangi þarna? Já, þetta virkar ekki. Getur maður ekki breytt þessu neitt? Whatever, þið skiljið hvað ég meina. Og svo er náttúrulega Víkingadómstóllinn, Víkingadómur. Að þið, hérna, Víkingadómur, hvað er hann? Þetta er allt saman íslenskar stofnanir stofnaðar af víkingum og ef að þú ert víkingur íslenskur víkingur þá áttu fullt erindi í þetta samhengi. Nú ef ekki þá bara piss off sko. Hérna er Víkingadómur. Hér þetta er Salómonsdómur. Þar sem að ég get fjallaði mál. Þið vitið að dómskerfið er ekkert fyrir svona venjulega Íslendinga. Þetta er bara einhver erlendar ræningjastofnanir sko. Og hérna, já, hérna þið getið lesið um þetta líka. Já, eitt sem ég ætla að segja ykkur frá líka. Allir lögmenn landsins, hvort sem eru dómarar eða lögfræðifábjánar, löghaugar einhverjir,
að þeir eru hluti af fyrirbæri sem að heitir Bar Association. Þeir eru ekkert að vinna fyrir íslenska víkinga heldur, fyrir erlend glæpasamtök sem að heitir Bar Association. Og þið hafið heyrt þetta Pass the Bar og eitthvað svona. Þetta er Massachusetts Bar Association. Það er erlend glæpamafía sem að hefur það eitt að markmiði að sópa undir sig eignir fórnarlamba sinna eða þeirra landa sem þeir eru í. Þess vegna var það, þannig að það er ekki nóg með að sé bara frímárarreglan, heldur eru alls konar svona dæmi í gangi. Og þetta eru þeir sem eru að ræna Íslendinga daginn út og daginn inn. Og víkingadómur er alveg að breytt hár og allt þetta rugl, sko. Það er sjálfsögur ekki, ég meina það er engin eðlismunur þar á. Þetta fólk hefur ekkert meira heldur en ég hérna á jörðinni, eða þú, eða hver sem er. Eins og ef þú ert í þeirri trúarhreyfingur og trúir því að þetta fólk sé eitthvað svona guði, þá ertu tel ég í mjög slæmum trúarhóp, sko. En hérna já, þið eru alltaf þögul í kvöld, það kemur ekkert hérna á spjalli mikið nöldur. En hérna já. Ef að þið eruð sátt í kvöld, þá held ég að ég fari að láta þetta, gott heita í kvöld. Ég held ég hafi ekki gleymt neinu sérstöku sjónarmiði eða málefni. En hérna kannski ég tala um Sýrland. Það er sko, hvítu hjálmarnir eru svona skæruliðar, þessir hryðjuverkamenn eða málaliðar NATO og kom. Þeir tóku upp að setja upp hvíta hjálma í sínum leiksýningum á sínum leiksýningum í hérna í leiksýningunum í Sýrlandi. Þú er að reyna að telja að trúum það að Sýrlands stjórn sé að sprengja sitt eigið fólk í dætlur. Það er bara tómt rugl, sko. En hérna það var hérna norskt kvikmyndakrú. Það var hérna norskt kvikmyndakrú, skal ég segja ykkur. Og hérna þeir tóku upp sjá hérna fréttamyndin, sjá þetta var litli strákurinn dó hérna í Sýrlandi söður. Skotinn dó. Þetta er náttúrulega skelfilegt, þetta söður hafi gerst í Sýría. Syrian Hero Boy. Hei, halló. Var hann ekki dáinn? Heyrðu mig nú. Sjáðu, oi.
Þetta er norskur hérna er norska filmkrúið, já. Þetta er allt saman sviðsett, já. Lars Klevberg. Hmm. Þetta er alveg skelfilegt, sko. Þetta var sem sagt bara sviðsett í Möltu og sagst hafa gerst á vígstöðunum í Sýrlandi. Svo voru þeir nú svo svalir að segja bara að við, eða sem sagt ekki ég er náttúrulega ekki, hef aldrei sagst vera neitt fréttamiðill, en svona Infowars og Breitbart og Zero Hedge og fullt af svona alvöru fjölmiðlum, sko. Þeir væru að birta falsar fréttir. Já, en málið er það að þessi drullu mafía Soros og félaga NATO og Co og Sameinuðu þjóðanna og Rockefeller og Bilderberg drullumallir allt saman, þetta er lið mun fá sín maklegu málagjöld ellegar að þeim mun takast að virkja herinn og drepa okkur öll eða virkja læknana sína. Nefnilega næsta árás á okkur verður í gegnum læknastéttina. Læknarnir eru næstu. Það er búið að, já, þeir eru þér hættulegastir í því ástandi sem ríkir núna og börnunum sérstaklega. Þeir eru að skaða börn hægri vinstri. Og eins og Andrew Wakefield sagði, Dr. Andrew Wakefield sagði, eða hvort það var Susanna, einhver af þessum læknum sagði sko að ef að svo heldur sem horfir, þá verða þjóðirnar bara tveir hópar í þjóðunum. Það eru þeir sem eru skaðir eftir bóluefni og þeir sem eru að hugsa þá sem eru skaðar á bóluefni. Það er svona framtíðarsýnin sem að þessi áætlun gengur út á. Og á sama tíma er elitan bara á snekkjunum sínum og bara að chilla, sko. Og já, ég var byrjar að segja áðan, ég ætla að segja hvernig þú getur séð munin á glæp og ekki glæp, sko. Til dæmis ef þú ert með ríkissjóð og vinna í svona sameiginlegum verkefnum einhvers þjóðfélags sem þú býrð í eða einhver hóp og og þú verður rosalega ríkur á því eða rík, þá ertu ekki að vinna fyrir þjóðfélagið eða þennan hóp sem þú þykist vera að vinna fyrir, heldur þetta að vinna fyrir eigin auðlegð. Og Jesse James, bankaræning í Bandaríkjunum, þegar maður spurði að því, af hverju rænir alltaf banka en rænir ekki eitthvað annað, það segja, það er þar sem peningarnir eru. Og sama er með, ef hann væri upp í dag, þá var hann spurður að því, af hverju til pólitík? Já, það er þar sem peningarnir eru. Sko, á meðan að þú ert að runga þér niður á Austurvelli, þá eru ræningjarnir allir löngu komnir bara á snekkjuna sína eitthvað að hafa gaman, sko. Þeir eru ekki einu svona að hlusta á fréttir frá Íslandi, sko. Bakkabræður, Bjarni Ármanns, Valur Vals og allt þetta lið. Þeir eru bara hérna að drekka kampavín og velta fyrir sér, sko, hvort að þyrlan passi á dekki hjá þeim, sko. Það er eina sem þeir hafa að gera, sko. Veist, þyrla, ef ég fá mér hvaða lit ég á þyrlunni, sko. Það er þeirra stærsta vandamál, sko. Og eins og ég hef sagt ykkur áður með lífeyrissjóðina, munurinn á því að, sko, það er alveg gott og vel að hugsa, já, ok, við skulum sameina kraft okkar í lífeyrissjóð til þess að þegar við ljúkum störfum 63 ára þá eigum við 200 milljónir, sko.
og þá er búinn til einhver sjóður eða búið til eitthvað apparat eða eitthvað gert til þess að ná einhverjum markmiðum fyrir þá sem að leggja inn peningana. Hins vegar, þegar að peningar eru innheimtir með valdi, eins og lífeyrissjóðirnir gera og ríkið gerir, og síðan eru þeir sem innheimta peningana með valdi bara á fylleríi og snekkjuferðum og þyrlupartí og eru að kaupa upp öll fyrirtæki og beita þessum peningaafli til þess að slátra allri samkeppni. Ég lendi því til dæmis með mitt fyrirtæki í Íslandi, því var slátrað í svona banka lífeyrissjóðspælingum, sko. Þannig ég þekki þetta af eigin skinni. Að það eru mörkin, sko. Og sama er með ríkissjóð. Að á meðan að þeir sem tengjast ríkissjóði eða stjórnmálaflokkum eitthvað slíkt, og meðan þeir eru að græða á hægri og vinstri, sko, það er ekkert að því að búa til eitthvað svona apparat til þess að höndla mál, skilurðu. Það er ekkert að því. Það er eitthvað svona sem að menn taka sig saman um. En ef það er þannig að það eru innheimtir skattar með valdi og síðan eru þeir sem að innheimta skattana með valdi bara á fyllerí og bara milljarðamæringar eða trilljarðamæringar, að þá er það allt annað mál. Og það eru mörkin á milli eðlilegra hluta og skipulagðrar glæpastarfsemi eða Ponzis fjársvikastarfsemi. Og valdstjórnin íslenska, öll eins og hún leggur sig, er skipulögð glæpastarfsemi og lífeyrissjóðirnir eru Ponzi fjársvikastarfsemi. Meira að segja eru menn innan þeirra eigin raða búnir að viðurkenna það. Og einn af pírætunum, Smári McCartney, hann sagðist hafa verið í Afganistan og þið áttuðu ykkur á því að þessir fávitar eru ennþá í Afganistan að rækta ópíum, kókaín. Og Solla Styrða er að taka þátt í þessu. Og vitnisburður eins af þessum hermannatussum Joe Biggs hjá honum í Infowars, hann sagði að hann var einn af þessum hermönnum í Afganistan og hann vitnaði það að ef að bændur vildu ekki rækta ópíum þá tóku þeir þá og pyntuðu þá þar til að þeir samþykktu það að rækta ópíum fyrir þá. Og talibanar eru svo einkennilega trúandi að þeir vilja ekki rækta ópíum af því að þeir vita að það skaðar annað fólk. Og það er þess vegna sem verður að dímonisera íslam og múslima, því þeir hafa svona fáránlega trú að þeir vilja ekki skaða fólk. Þannig að þegar að Taliban stjórnuðu sjáðu, þá var rækt eitthvað ópíum og þeir náðu því alveg niður í ekki neitt, sko. Síðan tekur Ameríka við, NATO, og þá er bara metvöxtur í ópíum. 6.900 tonn. Bæliði. Og þeir eru ennþá þarna. Pynta fólk og nauðga fólki. Og svo er náttúrulega verið að heilaþvo þetta fólk. Og þið vitið það að klám er weaponized. Að klámi er beitt í hernaðarskyni og sama á við í Afganistan og fleiri stöðum. Og Solla er að kenna afgönskum konum að vera mellur eins og hún.
Svo er það CIA sem að sér að dreifa þessum og hérna þetta er vitleysa hérna, 400 tonn, það er nú ekki rétt sko. Þeim er búið að leiðrétta. Þessi CIA flugvél, munið fangaflugsvélarnar, þær flugu allt án nokkurra athugasemda. Það hefur mikið af fangaflugvélum komið til Íslands og mikið af þessum fólki sem með diplómatapassa, þeir sjá mikið af smygli. Og náttúrulega valdstjórnin, Landhelgisgæslan er á kafi í smygli. Og þetta er það sem er í gangi. Þetta er sannleikurinn. Þetta er raunveruleikinn. Og það var nú eitt sem ég byrjaði að fjalla á ég fjallaði á Frelsi TV, ég var að tala þetta, ég var að segja að lögguhaugarnir á Íslandi væru prima mótus í eiturlyfjainnflutningi. Skömmu síðar sprakk allt upp í fíkniefnadeildinni. Tóku eftir því, það var mikið hræringar og vesen þar. Og kom meira þess að fram að þar eru bara einhverjir 3-4 sem að fylgjast með pening og þeir munið þetta málið sem var eyðilagt. Ég meina það er full sannað að það sem ég sagði eiturlyfjainnflutning valdstjórnarinnar er rétt. Og í raun er næstum allt sem ég hef sagt að reynast rétt. Svona 99,9% held ég. Og endilega leiðréttið mig ef það er ekki svo. Það er náttúrulega ákveðin atriði sem ég er way off, sko, ég áttam á því og ég vona náttúrulega að ég hafi rangt fyrir mér allt, þið vitið það hefur ekkert breyst. En því miður þá er það nú alltaf þannig þegar á hólminn er komið að þá hef ég rétt fyrir mér. Og þannig nú það. Þannig að já, eitt annað sem ég ætlaði að benda ykkur á, World Wildlife Fund. Sjáðu, sýna ykkur það. Sjáðu, ég leita World Wildlife Fund, sjáðu. Það kemur bara, litli björnin, þetta er svo sætt allt saman, World Wildlife, já, hjálpum dýrunum, Obama og ljónin og allt svona grænt og grænt og grænt. Green peace þýðir peninga peace. Give me green money and I leave you in peace. Og UNICEF og allt þetta, all þessi skipulagða glæpastarfsemi. Ef ég sitt hins vegar Roth heims á Íslandum daginn, hvernig var það? Það var þessi já. Býtu nú við, já. Það er þessi gaur já. Þetta er Roth, já. Hann skal ég segja þér, aðal gaurinn í World Wildlife Fund. Hann bara tekur peninga inn á bankan hjá pappa og svo bara er hann þarna í Monaco eða í snekkjugörðunum og flýgur til sín öllum supermódulum heimsins og ríður þeim þar á bátnum sínum. Og svo fer hann að veiðir dýr, drepur, og hann er skítsamur með þetta drasl. Rio Tinto, hver er það eftir? Rio Tinto. Það er eitthvað. Var Rio Tinto með eitthvað tengsl við Ísland kannski? Já.
þessu. Ég er bara að horfa, sko. Ég veit ekkert hvað ég er að horfa á, sko. Þessi gaur hérna sagðist vilja, ef hann kæmi aftur til jarðar eftir dauða sinn, vildi hann koma sem vírus til þess að drepa þig. Global warming. Davíð Rothschild, hann hefur svo mikilvæg áhyggjur af global warming. Borgið skatta í Rothschild bankan ykkar. Já. God. Trúir á Guð. Gold, oil and diamonds. God. Committee of 300. Hver var það aftur? Já, þeir eru ekki búin að ná Íran, sjáðu. Það er einhver lönd sem að vera að þráast við Norður Kórea til dæmis. Já, vill Ísland að bara vera Kúba norðursins? Já, Kúba, sagði við þetta ok, fuck you líka. Vá, rosa mikið að pælingum við það. Eina sem ég bætti við var Rothschild og voru alltaf fænda Rothschild. Það ég veit það ekki. Það má líka alveg fara overboard í þessum pælingum, sko. Ég er ekki að mæla með því. En aðalatriðið er að labba út úr þessari blekkingu og gefa þessu liði fingurinn. Og annar nafn sem var þetta að gefa stjórnmálaskoðunum mínum væri láttu mig í friðismi. Eða vert úti, ismi. Láttu mig í frið og vert úti, ismi. Það er svona. Og í því samhengi, ég verð á útvarpi Sögu og hjá Harmagrettunum á morgun að tala að innheimta skatta með valdi er glæpur. Það er það sem við ætlum að tala og ég hugsa að ég taki upp nýjan takt með Harmagettunar. Ef þið byrja með dónaskap þá bara skelli á það, bara dút. Það er ekki einfaldast. Hvað segir þið það? En eitt sem ég var að segja ykkur líka, Garni, að því betur sem ég kynnist mannkyni, því vænna þykir mér mann Jesú minn. Að biblíufræðslan mín er ómetanleg og ég sé betur og betur hvað biblían er að tala og ég hef náttúrulega lýst því á þér að ég veit ekkert alveg hvort að Jesú var gaur með nafn og kennitölu eða hvort hann er bara konsept eða skiptir ekki alveg máli. Skiptir raun akkúrat engu máli. En þessi veruleiki sem verður að lýsa í biblíunni, þar eru þessi fræðimenn og farisear sem eru musterisriddarar dagsins og þeir eru í raun verið að lýsa sama ástandi og allavega í Vesturheimi. Og eina sem er búið að skipta með nafnið á Guði, það heitir ekki Guð lengur heldur lýðræði eða eitthvað konar hópismi, almannaheill og ég veit ekki hvað. En það er sama dæmið, sko. Og það eru reyn sömu taktik líka verið að nota. Það er ekkert breyst í 2000 ár, sko. Eða 6000 ár. Biblían er sögð að hafa gerst frá 6 til 2000 árum síðan. Og þannig hún spannar þá 4000 ára tímabilið, ekki?
rétt reiknað hjá mér. Að, þarna eru menn með einhverjar svona, hugmyndir eða kenningar um að Guð hafi komið og gefið Móse eitthvað, hrifla á steina eða klett eða á hérna töflurnar og, þeir byggja musteri með prump í skókassa eins og, náttúru þessi hérna Global Warming hreyfing er með, Ark of Hope, ég er búinn að sýna ykkur hana oft. Og síðan er sett svona einhver hula sko. Og síðan eru bara musteris, prestarnir að innheimta skatta og gjöld fyrir musterið. Og eru náttúrulega til að hafa það mjög gott sjálfir að runga sér í musterinu alla og runga á hvor öðrum og svona. Og hafa nóg að bíta og brenna og allt það. Og svo þekkjum við Biblíunni, þetta sem við kalla musterishórurnar. Það var alltaf fullt af kettlingum þarna líka til þess að ríða. Og allt það í gangi sko. Og, svo voru hérna svo var bara líðurinn sko. Það er annarkvort að hlaupa í burtu frá þessum föndum eða alveg að láta ræna sig inn að beini sko. Og við erum svolítið í þeirri stöðu líka. Það er bara verið að skattleggja fólk, út á gaddinn sko. Já, einmitt, það er Rio Tinto sem er í Hafnarfirði. Og hérna en það hefur ekkert breyst. Svo eru menn eitthvað svona eins og Helgi Hálfviti og Birgitta Kannamella eru hérna hvað að pirrast út í kirkjuna eða út í Jesú. Það ég meina við sem að fylgjum Jesú sjáum nú í gegnum svona musterisplebba sko. Og vitum alveg að það er best að gefa þeim bara einn á kjaftinn, þannig að við haldi kjafti. Ég er svona haldi kjaftismi, haltu kjafti ismi. Svona láttu mig í friði og haltu kjaftismi. En af hverju á að skylda fólk til þess að greiða skatta eða borgar ekki skatta að vera beitt ofbeldi? Hvað er það? Og heimta að börnin séu sett inn í girðingar, fjárgirðingar og sprautu með eitri. Ég meina, ætlar einhver að segja mér að kvikasilfur, ál og formalín sé ekki eitur? Já, leyfðu mér að sprauta því að það á þér. Pröfum, sjáum hvernig það virkar. Þannig að þú veist þið verðið að fara að verða manneskjur sko. Mannverur, þið getið ekki bara verið svona aumingjar að eilífu sko. Já, þú veist, þá fer bara allt til helvítis eins og alltaf. Og ég meina, það eru við eða svona fyrst bara ég hérna sem er the resistance sko, eins og Alex Jones segir alltaf. If you're listening to this, you are the resistance. Ef þú ert að hlusta á mig núna, þá ert þú andspyrnuhreyfingin. Eða hvað? Þannig að þannig er nú það gott fólk. Já. En hérna ég vil þakka aftur til ykkur sem styrktu mig og sérstaklega Valkyrjónum. Og hérna og ég vil hvetja ykkur til að styrkja starf mitt. Og nú ef að þið og líka styrkja með því að dreifa efninu mínu. Þess að sharea linkum á Facebook og þið verða að átta ykkur á því að Frelsi TV er undir þessari ritskoðunar
lógaritmum hjá Facebook og YouTube, sko. Þannig að þið þurfið að mónitora það sem ég er að gera, sko. Það er ekki víst að það komi til ykkar og, segja hvort öðru frá útsendingum og fleira slíkt. Og og náttúrlega þið sem eru kristin megið biðja fyrir Frelsi TV og mér og fjölskyldu minni. Og, það sem mér finnst einkennilegast er hvað búið er að staðdeyfa kristna fólkið. Hinir kristnu eru bara, veist, oh my god, sko. Þeir eru bara alveg úti í mýri einhvers staðar. Að runka sér. Hvað ungur nemur, gamall temur. Nú á að kenna 5 ára gömlum börnum að runka sér. Að skipun frá Sameinuðu þjóðunum. Good luck with that. Það er trauma-based mind control. Það er sem sagt verið að valda gríðarlegu trauma í lífinu hjá börnum. Og hluti af þessari hernaðaráætlun er rugl og þrausi, sko, okkur á því að elítumafían eða sem sagt þessi fyrirtækja fjölskylduvöld sem að stjórna heiminum, þeir leita upp í svona keksruglað svo Freud og allt þetta drullumall, sko, og Darwin og þeir leita upp þetta lið og setja það á einhvern stall, sko. Og sama eins og með list, sko, þeir fundu þarna fullt af svona einhverjum ælupókum og sögðu að þetta var listamenn og sama með rapptónlist, þetta er bara drulla, sko. Bara af því að fjölmiðlar segja þetta sé flott að þá er allir bara, yeah, cool. Þetta er bara heimska, sko. Og þannig að ég hef nú sagt við ykkur áður, gerið þið könnun á það bara í einhvern tíma, viku eða mánuð eða ár eða eitthvað og tekkið á því hvað mikið af hugsunum í hausnum á okkur eru orginal ykkar eigin hugsanir. Og ég skal lofa ykkur því að þið verðið mjög undrandi á því hvað það er næstum því engin hugsun í skallanum á okkur sem þið eigið sjálf. Og þið eru bara svona bergmál einhverra annarra. Já, ég er búinn að segja ykkur það áður. Ef að þið eruð í erfiðleikum með peninga, þá vil ég ekki peningana frá okkur. Það þarf að vera alveg á hreinu. Þegar ég er að biðja um stuðning og er svolítið harðorður í því, þá er ég að tala til ykkar sem eigið eitthvað afgang, skilurðu. Ég er ekki að biðja ykkur sem er að berjast í bökkum með, bara vera í húsnæði eða mat, bara ekki, please, ekki senda mér neitt, bara ekkert. Absolutt ekki. Bara það sé alveg á hreinu. Ég hef talað um þetta áður, þegar ég er að herja pening þá kannski líður ykkur illa sem að hafi ekkert á milli handana, ekki, ég er ekki að tala við ykkur, sko. Frekar að hlustendum mínir sendi ykkur þá peninga. Eða farið að deila með hvort öðru, skilurðu. Það er það sem er svo frábært í þessum kristnu kirkjum. Þar er fólk í raun og veru að hjálpa hvort öðru og það kostar ekkert og tekur ekkert fyrir það. Já, en maður getur ekki verið svona í einhverju svona sértrúarsöfnuði. Nú, af hverju ekki? Allt lífið þitt er sértrúarsöfnuður og bergmál í hausnum á þér. Og hvað? Getur ekki verið með fólki sem að þykir vænt um annað fólk?
og pældu í því, af hverju er búin að dímonera svona þessar kristnar, lifandi kristnu kirkjur sem eru alveg frábærar kirkjur, sko. Til dæmis þegar ég var í kirkjustarfi á Íslandi, þá þegar að fólk var farið í gegnum allt kerfið, sko, allt þetta heilbrigðiskerfi og búið að kosta, sko, skriljarða og það var ekkert sem gat hjálpað fólki. Það bara féll og hrundi og datt svo í kirkjuna, sko. Þar var ég hafði ekki alveg trú á þessu í upphafi að kirkjur gætu læknað fólk. Svo var bara kannski sá ég þarna einstaklinga sem komu algjörlega, veist, og maður kynntist náttúrulega fólki, þá segir man, já, ég var á geðdeild og ég var þarna og sálfræðimeðferð og ég var út um allt, sko. Svo bara á 6 mánuðum náði tökum á lífinu bara í kirkjunni. Kostaði ekki krónu. Já, ég get ekki verið í svona söfnuði, sko. Nú, af hverju ekki? Hver er búinn að segja þér það? Já, það er nú bara svona þegar eitthvað kristið fólk er svona skrýtið og svona, já, so fucking what, maður? Ég meina, þú prumpar, ekki? Það er voða skrýtið. Nú á bara að hætta að borða kjöt af því að belju prumpa. Veistu hvað er að ykkur? Já, heimskan, erfiskan, heimskingjans. En allavega, takk fyrir komuna og ég vil þakka ykkur sem að eruð að berjast í bökkum og getið ekki sent. Ég þakka ykkur fyrir huginn að vilja senda. Það er yndislegt. Og ég þakka ykkur sem hafið sent. Það er ómetanlegt. Bara móralski stuðningurinn er alveg svakalega góður. Og hérna ég veit að þetta sem ég er að gera hérna á Frelsi TV er alveg uník. Ég veit að ég hef brotið niður þvílíka múra og það er enginn sem er að þakka mér, sko, fyrir það þrekvirki sem ég hef unnið og kostnaðinn sem það hefur kostað mig, sko. Bara, ég hef alveg getað verið að gera eitthvað annað, sko. Og hérna þannig að og eins og ég hef alltaf sagt, ég er alveg opinn fyrir því að fá einhver alvöru rök á móti því sem ég er að segja. Og hérna já, ókei. Ég man ekki hvað ég ætlaði að fara að segja. Ég var orðinn þreyttur. Ég er hérna ég alveg var að fá ágætis vinnu, reyndar launin er ekkert mjög há, ekki eins há og þegar ég var á krananum. En kosturinn við þessa vinnu, ég er náttúrulega hérna í hverfinu þannig að ég get komið heim svona á milli útkalla, bara til að heima. Og hérna og ég get hlustað á útvarp og internet allan daginn, sko. Þannig að ég er í researchi sem er mjög gott, alveg frábært, sko. Og hérna, en hins vegar tekur þessi vinna það mikið úr mér að ég hef ekki orku til þess að gera eins mikið af vídeóum áður. Og eins og þið heyrið bara, ég er mjög þreyttur og ég er búinn að vera að vinna undanfarna 4-5 daga. Það tekur úr manni svona svolítið vindinn, sko. Þannig að ég skil alveg fólk, sko, sem að ég er að skamma og kalla heimskingja og allt það, skilur að ég meina ég meina það er að mörgu leyti mjög ósanngjarnt af því að margir eru bara að vinna myrkrann á milli og bara sofa ekki á nóttunni og fyrir áhyggjum og skuldum og eru í alls konar bara dæmum. Ég skil það alveg og ég er full af samúð með því, en það hjálpar engum neitt að ég sé eitthvað bara smyrja drullu ofan á það. Og bara, já, allir svo duglegir eða vera eitthvað svona kafsljós, skilurðu. Það ég hjálpa engum með því. Og ég hef aldrei talað neitt persónulega. Ég hef alltaf sagt að þetta snýst
baráttu við andaverur vonskunnar í himingeimnum, ekki við fólk á holda blóði. Þannig að þótt ég sé að tala harkalega og taka af hörku á málunum, þá er ég ekki að agnúast út í þig persónulega, skilurðu. Eða ég er í raun ekki einu sinni að segja að þú sért hálfviti eða einskyngi eða eitthvað. Í raun er ég ekki að segja það persónulega við þig, skilurðu mig? Ég er meira að tala þetta ástand. Og ég meina náttúrulega ef að barn er tekið og kastað inn í girðingu og sprauta fullt af eitri og er bara alveg bara í gaga kringumstæðum og rétt skrönglast í gegnum það lifandi, þú veist, í raun er bara afrek að komast lifandi í gegnum þetta fangakomplex sem að skólakerfið er og svo bara fólk kemur út úr þessu kerfi alveg bara stjart og bara allur rænt að því og allur peningurinn tekinn að því og það á ekki neitt og bara arfurinn farinn og bara fólk í örvinglan og svo rambar það hérna á Frelsi TV og ég bara kallaði heimskingja. Ég hef fulla samúð með því hvað ástandið þú hefur farið, ég skil alveg the human condition eða hið mannlega ástand og ég hef gengið í gegnum það sjálfur. Ég hef átt ofboðslega erfitt líf að mörgu leyti og þess vegna veit ég að ég geri engum greiða með að leggjast með einhverjum í drullumalli, sko. Og það er ekki mitt jobb eða mitt hlutverk í Frelsi TV. Mitt jobb er að benda þér á raunveruleikann, raunverulega stöðu þína og stöðuna okkar sem þjóðar and take it from there, sko. Og ég held að mér hafi gengið mjög vel í því. Og ég reyndar átta mig á því að hluta til, sko, það er óbúslega mikið af fólki sem hlustar á mig og fólk, þessar myndir sem að þeir horfa á núna á Íslandi koma mikið frá greiningum frá Frelsi TV. Og og það eru margir sem að vinna í málum sem geta ekki alveg viðurkennt að þetta sé rétt sem ég er að segja. Það geta ekki alveg viðurkennt mig sem þennan stólpa sem ég er. Af því að ég skil það alveg, eins og þú veist, ef þú ert í hernaði þá ertu með flanktím og það eru mörg tím sem vinna saman þóttu sé ekki öll svona buddy, sko. Og ég veit að það er fólk sem er að vinna í sama verkefni og ég og ég sjálfum sér alveg sáttur við það, því það er ákveðið fólk sem ég veit og ég er svolítið hátt uppi og allt það sem ég veit að hlustar á mig og veit að það sem ég er að segja er rétt. Og eflaust meta þessir aðilar þannig að tala við mig geti skaðað þetta flankingstarf sem þau eru að vinna. Það er alveg allt í lagi, skilur. Og og það er þetta veldi andskotans á Íslandi og reyndar allan heim er að hrynja. Þetta er bara allt saman að hrynja. Og reyndar hefur elitmafían, þessi Bilderberg mafía, hún hefur einstakt lag á því að láta það hrynja á einhvern blóraböggul svo þeir létu allt hrynja á Hitler. Og þess vegna eru menn með kenningar það að Trump, það verður allt látið hrynja á hann, sko. Það er plottið. Og reyndar var ég að birta frétt núna á frelsitv.com að Michael Moore, fábjóninn feiti þarna, hann er bara að segja opinberlega að svona nánast bara ráðiði Trump af dögum. Ég birti frétt það. Hann er reyna bara að segja beint út. Og Sameinuðu þjóðirnar eru að gefa út tilskipanir og settu Facebook og Twitter skilyrði að þeir myndu innan 24 tíma ritskoða svona fugla eins og mig.
preachers eins og ykkur kalla okkur. Og já, en já, ég var svona það gæti verið að ég myndi vilja ef þú ert að hlusta Guðjón, ég væri til í djúpkoðun annað kvöld ef ég hef orku í það. Og ég var að spá í að vera með Þorláks eða sem sagt svona skötuveislu á Þorláksmessu kvöld. Að það gæti verið svona partí. Og meira að segja ef það væri einhver hópur til í að vera með, þá myndi ég jafnvel opna fyrir ykkur greyið mín, leyfa ykkur að tjá ykkur, skamma mig eða eitthvað, eða rífa kjaft við mig. Þá var ég til í það á Þorláksmessu. Og möguleika að ég geri meira, ég á smá frí þarna jólin. Þá myndi ég ekki eða þetta vikuna fyrir jól er ég ekki að vinna. Þannig að þá myndi ég gera kannski meira sprell þá. Og já, svo er náttúrulega eitt sem ég bara skýt inn í núna. Það er falsku fáninn hann í Istanbul. Nú er þeir að halda áfram að drita niður Kúrda. Það var falsku fáni. Ég var náttúrulega búin að skrifa um það. En það hefur minnkað töluvert mikið þessi sirkus, falsku fánasirkus sem að fór Evrópu. Hann virðist ekki fúnkera í Evrópu. Sem að veldur að reyndar ákveðnum áhyggjum af því þá eru þeir hugsanlega með risa Pearl Harbor stæl fána í bígerð. Og það er ákveðin hætta á því. En það virðist vera að þessi fölsku fánar eru hættir að virka. Það tekur ekki mark á það lengur. Og Vísir, þannig er þetta eini fjölmiðli sem ég les, það er nú ákveðið rós við Vísi allavega, en ég meina það er ástæða fyrir því að þessir eigendur þessara fjölmiðla, Murdoch eða hvað, þeir hafa verið að veltaði fyrir sér að skipta út fréttamönnum fyrir róbóta. Það er því að þessi fréttamenn sem er kallað, það rennur allt bara drullumallið í gegna og þeir hugsa ekkert krítískt. Þannig að eflaust er bara best að láta róbót að gera þetta. Og sko það er að springa afleiðubólan mikla. Og þessu gjaldmiðlakerfi íslenska krónur, evrur, þetta verður allt saman keyrt í klessu. Dollarinn, allt bara. Og reyndar áttaði mig ekki alveg á því sko hvað BRIC gjaldmiðlarnir, þeir eru að koma, þeir eru búin að stofna BRIC og hann er væntanlega að koma upp á yfirborðið. Og það er spurning hvort að þessi spádómar að krassa vestræna gjaldmiðlakerfinu hafi verið sett á hold á meðan að því ef að þeir krassa núna vestrænu gjaldmiðlunum þá er það vatn á millu BRIC miðlana og gjaldmiðlana. Og en eina vitræna fjármála eða peningakerfið sem að er í heiminum í dag eru hugmyndir múslimana gulldinarinn. Að gjaldmiðillinn hafi verðmæti í sjálfum sér. Þess vegna var ég að segja ykkur áðan sko, ef allir lífeyrisþegar hefðu bara keypt gull fyrir peningana sínum hver mánaðamót þá ættu þeir
sirka 200 milli 200 og 300 milljónir í dag og ástæðan fyrir því er að gullið er svona fasti í verðmætamati mannkyns. Til dæmis held að það hafi verið á tímum Rómverja eða Grikkja, sem sagt fyrir langa löngu, þúsundum ára, þá kostaði svona alklæðnaður af bestu sort eina únsa gulli. Og ef þú ferð núna og kaupir bara einhvern Armani eða eitthvað flottustu föt í dag, þá kostar það sirka eina únsa gulli. Þannig að þessi gjaldmiðlavísindi eru ekkert flókin. Hins vegar náttúrulega þarftu að senda menn í háskólann og heila skaða þá og þá koma þeir svona sem hagfræðingar. Já, viljið þið vera Kúba norðursins eða hvað? Það er nú betra að vera ekki Kúba norðursins á götunni, er það ekki? Það er nú gott að vera á götunni með frosinn rassinn við malbikið, en þá ertu ekki Kúba norðursins, sko. Bara, hvað meinarðu? Það er betra að vera Kúba norðursins heldur en að vera á frostinu út á götu, sko. Það er mikið betra. Þannig að allt þetta ég get svarað að ég væri með fyrirtæki í dag og var að ráða fólk. Þá myndi eitthvað sækja með háskóla. Ég myndi bara, nei takk, ég vil ekkert svona háskóla vesen. Það eru bara heimskingjar. Því miður, það er bara búið að reiða tíma ykkar í villu. En allavega ég finna bara á heila búinu mínu að svona dagvinna lækkar greindarvísitöluna hjá manni. Ég þarf að fá vinnu hjá RÚV. Mér skildist á að það væri 250 undirverktakar hjá RÚV. Nei, hjá bara Gasljósi. 250 undirverktakar. Hvað er í gangi með þér? Ég er ekki með einn undirverktaka. Þannig að það er ekki allir svona eins. En allavega þá ætla ég að halda áfram í sjálfsveldisflokkinn minn. Ég ætla að fara að setja upp stefnur og strauma fyrir hann. Ég vona að það safnist þúsundir manna inn í Víkingasveitina. Þúsundir. Og Víkingadómur er opinn fyrir þá sem vilja fá úrskurð ykkurum eða eru með ákærur á valdstjórnina til dæmis fyrir eignarán. Og við þurfum að fara að gæta að erfðarétti okkar. Það er líka ein ástæða fyrir að þeir vilja eyðileggja börnin okkar með bóluefnum til dæmis og mat og spreyinu, hárspreyinu. Að það er monsterklásan í Black Law. Ef þú ert monster, þessi svona heilaskaðaður af bóluefnum og fleira slíkt, þá hefur engan erfðarétt. Þá fær engar erfðir og þannig hugsa þeir sér að ræna landinu á okkur. Þannig að ég skil ekki hvernig þjóð, bara eins og Íslendingar, þannig að eru flestar þjóðir heims undir þessu árásum, sko, nema Rússar, þeir sögðu við GMO-matinn og þetta rugl, þeir sögðu bara fuck you, ert úti, þú kemur ekkert hingað, sko. Og ég skil ekki hvað fólk er sofandi fyrir þessu. Ég meina, já, bara sprautaðu eitri í barnið mitt, sko. Ég vill ekki vera hallærislegur, sko, eða hallærisleg, þú veist, bara gerðu það, sko. Þú veist. Og pressan frá þessu liði að drulla eitri í börnin, ég bara skil þetta ekki. Hvað er í gangi, sko? Og engum finnst það neitt óeðlilegt. Og bara vera að tala um það, bara banna börnum að fara í skóla eða ekki sprauta eitri.
Hver hugsar svona? Já, bóluefni er alveg öruggt. Já, vilt þú kvitta undir það? Vilt þú taka persónulega ábyrgð á barninu mínu ef ég læt bólusetja það? Nei, ég geri það nú ekki. Það er nú læknarnir sjálfir, bara dæma sjálfur um þetta. Nú, ef að barnið mitt skaðast við bólusetningar, get ég ekki farið í mál við lækninn sem sprautaði barnið mitt? Nei, þú getur það ekki. Nú, af hverju ekki? Já, það er sérstakur bóluefnadómstóll, sko. Nú, ef einhver skaðar barnið mitt, eða sem sagt, ef einhver morðingi myrðir barnið mitt, er það einhver sérstakur morðingjadómstóll? Hvað meinarðu? Eða einhver nauðgar barninu mínu, einhver nauðgaradómstóll, þar sem nauðgararnir sjálfir sitja og dæma um málið? Ég meina, ha? Já, hvað ef að dómarar skíti buxurnar? Já, þá er dómararáðið, sko. Þeir dæmi því bara sjálfir, sko. Já, einmitt. Og það er Axel sem er geðveikur, já. Mhm, einmitt, já. Það er ég sem er geðveikur, skilurðu. En býtu, geðveiki, hver skýrgreinir geðveiki? Já, það er hópur í Bandaríkjunum sem að bjó til DMS-manúalinn. Já, hvað var í DMS númer 1, 2 og 3? Já, þar var til dæmis og talið að samkynhneigð væri geðveiki. Nú, hætti það svo að vera geðveiki? Já, já, það bara hætti að vera geðveiki. Nú, af hverju hætti það að vera geðveiki? Já, það var bara svona óvinsælt og svona svolítið nýir tímar, sko. Við vildum fara að beita meira samkynhneigð sem pólitísku vopni og svona. Já, hvernig var þá ákveðið að samkynhneigð hætti að vera geðveiki? Já, það var svona bara greitt atkvæði um það, sko. Og á hverju byggir þessi stétt ykkar, þessi læknastétt þarna? Já, þetta byggir náttúrulega á vísindum, vísindalegri aðferð. Já, einmitt, sko. Og það er ég sem er geðveikur, já. Æ, guð hjálpi mér. Mm. Þetta er nú bara ekki fyndið, en samt fyndið, skilurðu. Ég er svolítið að velta fyrir mér, sko, hvað er hægt að fara langt með þjóð í heimskunni, sko? Veist bara, eru engin mörk? Er að kemur aldrei þetta moment þar sem fólk segir bara fuck you og kýlir á kjaftinn einhvern, sko? Eða það moment er bara ekki til? Það er bara, já, ókei. Já, eitur, já, ókei. Já, já, sprautaði bara í mig, allt, já, bara já, börnin mín, já, sprautaði bara smá eitur í þau líka, sko. Já, já. Allt í lagi sé taugaeitur, já, já, allt í lagi, já, já. Allt í lagi, það eru vopnaframleiðendur sem framleiða þetta allt saman, eða svona sömu aðilarnir, sko. Já, já, eiga þetta allt saman, sko. Já, já, ekki skiptir engu máli, sko. Já, bara Monsanto, já. Einmitt látum þau bara sjá um að selja okkur matinn, sko. Eggin okkar eru ónýt, sko. Veistu af því að hænurnar búa í hérna 3 herbergja íbúðum, sko. Á meðan að við búum í hænsnakofum, sko. Já, það er nefnilega það. Ekki allir í jólaskapi annars. En allavega, takk fyrir komuna. Það var alltaf gaman að sjá ykkur. Nú ég sé ekki neitt, ég bara tala hérna við litla myndavél. Þannig að Logitech mína. Og Carl Zeiss, já, Carl Zeiss. Þetta er alvöru linsa, maður. En hérna, ég ætla nú að hvetja hann Guðjón Reynberg vin minn til að halda áfram að gera vídeó. Hann var að lýsa yfir aftur að hann var hættur. Sem er eitthvað frábært af því alltaf þegar hann kemur tilbaka þá var hann tvíheldur, sko. Það er bara gaman. En ég ætla að reyna að lokka hann í djúpgufun á morgun ef ég á orku í það. Og hérna, já, takk fyrir að koma.